Já, það er svona pínu skrítið að tala bæði við fólk sem er hérna einhvers staðar í heiminum og líka við ykkur þegar við erum hér. En ég bara byrja á því að heilsa ykkur að byrja ykkur kærlega velkomin. Byrja gaman að sjá að það er mörg mætt á staðinn. Þótt það hafi verið mjög stuttur fyrirvari en auðvitað var það ómetanlegt tækifæri áður en veðrið versna aftur og komum vetur aftur og allt ófært þá bara drífa sig af stað. Ég ætla að segja ýmislegt núna á grundvallaratriðum. Sumt er kannski bara kunnugt en þá bara býðið til það kemur eitthvað nýtt. Ég er sem sagt með grundvallaratriðin. Eftir það verður Gabriele Vaccari frá Ítalíu með stuttan fyrirlestur 1087 og einlega bakgrunninn, svo að segja söguna á bakvið tjaldið. Svo verður Stefania Þorgeirsdóttir frá Keitum með nýjustur úr ákveðnum rannsóknum sem eru tengd 1087 og Gesine Lüken frá Þýskalandi, professor, hún segir eitthvað hvernig það getur nýst í ræktun, svo að segja í dagsdaglegu lífi bænda. Og eftir það ætla ég að koma smá viðbót og við getum rætt stöðuna hér á svæðinu og það er alltaf hægt að spyrja spurninga. Það er mikilvægt þannig að ég segi kannski við þau sem eru bara að fara í gegnum Zoom á fundin, bara að lyfta höndinni svo að segja hérna í kerfinu, þá ætti ég að sjá það og þá getur spurt eitthvað eða komið með atvinningsemdir og auðvitað hérna þið í salnum getur líka spurt þá hvenær sem er. Já, þá bara byrja ég í þennan part. Riðveikir er sjúkdómur sem er allt öðruvísi en aðrir sjúkdómar. Smitefnið er nefnilega ekki baktería eða veira eða maura, heldur þetta er aflaga prótein. Og þetta prótein veldur því að príonpróteinið líkamanns aflagast líka. Príonprótein er til í svo gott sem öllum spendýrum og það er enn ekki alveg víst hvaða hlutverk það hefur í líkamannum en það er til og það getur veikst og þá getur haft mjög alvarlega afleiðingar. Þetta aflagði prótein er mjög seigt, það brotnar ekki niður í líkamannum og þess vegna eyðileggur það heilann og auk þess er það mjög langlíft í umhverfinu. Það veðrast innan 5 mánuða á yfirborðinu en ef það er vel hlíft til dæmis í óröskuðu votlendi þar sem ekkert súrefni kemst að, þá getur það varðveist í marga áratugi sem er auðvitað mjög slæmt og virkilega ógnandi og þess vegna er það ólíklegt að við losnum nokkurn tíma við smitefnið hér á Íslandi. Það er komið og var víða og þá verður það mjög lengi til, sérstaklega á svæðum þar sem það hefur verið mjög útbreitt, eins og til dæmis hjá okkur á Norðurlandinu. Það er aðeins öðruvísi hér. En þar með er smithættan alltaf til staðar og sérstaklega ef jarðraskanir verða, ef jarðvegurinn verður til dæmis grafinn upp, þá getur komið upp líka gömlu smitefnin. Dæmi var núna bara fyrir 2 árum í Miðfjarðarhófi sem þið hafið örlíka heyrt þegar það kom upp riða á Bergsstöðum. Það var einlega eftir 70 ára hlé að það kom upp aftur. Það er ótrúlegt tímabil. Já, eins og ég sagði þetta var öðruvísi hér. Öll tilfelli sem greindust eins og ég komst að voru á milli 1981 og 1990 og ekkert hefur greinst síðan. Áhættan er þess vegna ekki mjög mikil en eins og ég sagði það varðveitist lengi og maður veit það aldrei. Auðvitað er það hérna þetta svæði sérstaklega sem tengist Skaftártungu voru bara 3 tilfelli, svo er eitthvað hérna og þetta er held ég ekki einu sinni Vestur-Skaftárfellssýsla en samt svona gróflega séð á þessu svæði. Ef maður skoðar landið allt þá er það svona, já, talsvert verra, svona með við stöðuna hér sem er hérna, upphafssvæðið var Norðurlandið. Maður gerir ráð fyrir að það var rútur sem kom til landsins frá Danmörku, kom upphaflega frá Englandi, sem kom í Skagafjörðinn 1878. Maður getur rætt þetta nokkurn veginn, já, tillega vel sem er furðulegt en samt með við allt sem er skráð, kannski ekki svo furðulegt.
og mjög lengi var riða virklega takmark á þetta svæði sem er hérna ennþá mesta virka svæðið með riðu. Það var, ég held mér að segja, í 80 ár bundið á þetta svæði, svo breiðst þetta út, það fannst allt í einu á Vestfjörðum og þá í kringum 1970 kom það á Austurlandið og það er maður ekki alveg viss hvort það gæti verið meira sem ný uppspretta. Það sem einkenni sem eru á Austurlandi eru allt öðruvísi en voru hér. Þarna á Norrlandi voru ofta svona jafnvægistruflun og meðan á Austurlandi var það alveg kláði. Þannig að allt öðruvísi einkenni og það bendi til þess að gæti verið kannski annað riðustopp. Þess að ekki bara einn riðustopp til heitur alls konar með mismunandi einkenni. Og það gæti verið að það virkilega einhver nýtt smitt komi inn til landsins. Það er eitthvað sem er í rannsóknum núna. Já, svona í kringum 1980 kom það líka upp á Suðurlandinu og það er líklega tengt þessu sem er hérna á svæðinu. Og þið sjáum líka allt sem er rautt hérna, það er flokkað eftir tímabilum, allt sem er rautt er ný tilfelli sem voru síðustu 7 ár. Þannig að það er talsvert mikið á sumum svæðum. Kannski ætla ég að útskýra nokkuð mikilvæg orð þar sem það kemur margt nýtt ef fólk hefur ekki spáð mikið í þessu og þess vegna svona einhver grundvallaratriði er gott að vita. Genasamsæti er orð sem heitir á ensku allele og er svo að segja helmingurinn af geninu. Hver og ein kind er með 2 genasamsætur frá sitt hvoru foreldri. Og arfgerð er svona í rauninni eitthvað sem tekur tillit til 2 genasamsætu. Þannig að það er samsetning sem gripur með. Báðar gensamsætur eru saman þar og dæmi fyrir þetta er T187, H104 eða C151 ARQ. ARQ er villigerð en ég segi meira þetta seinna. T107 eða C151 er það sem maður kalla breytileiki. Það heitir á ensku variant og það er ákveðin stökkbreyting innan príonprótínsins sem ég talaði áður um. Vísindalega rétt væri að skrifa þetta hérna á annan hátt. Ég bara er tilgangslaus að reyna að lesa það. Það er of flókið og þess vegna segjum við bara tökum við þetta hérna á miðjunni. Það sem er frábrugðið hinu, T187 eða H154 það dugar. Það sem það er venjulega bara ein stökkbreyting til í geninu, ekki fleiri, þannig að það er nóg að segja þetta, þá veit maður venjulega allt sem þarf. Mikilvægt er að vita að breytileikin í báðum genasamsætum hefur áhrif á næmi eða þol gripsins. Það þýðir ef það er einhver samsetning, eitthvað sem er mjög næmt og öðrum megin er eitthvað sem er mjög sterklega verndandi, þá jafnar sig þetta út. En ef það er bæði sem er þarna er mjög næmt, þá er það bara pottþétt þessi grip er mjög næmur. En það var takið til alltaf til beggja. Þannig að ef það er eitthvað mjög næmt þar en eitthvað mjög verndandi á móti, þá er þetta sem er mjög næmt eitthvað sem skiptir minna máli. Þannig að maður þarf ekki endilega að útrýma þessari skepnu ef það er eitthvað gott á móti. En meira þetta seinna, það er kannski of mikið einu. Það sem kallast sæti eða á ensku codon er þessi staður innan príonprótínsins sem maður hefur með þessi númer, til dæmis í sætinu 147 á einhver stökkbreyting sér stað. Þess vegna heitir þetta T187 sem T er svo að segja svona ákveðin stökkbreyting í sætinu 137. Þá er stundum svona pínu óvissa hver einlega munurinn á riðugreina og arfgerðagreina. Riðugreina þýðir bara að finna út hvort viðkomandi gripur var riðuveikur og venjulega getur maður þetta ekki fundið út nema í gegnum það að drepa gripinn, taka heila sýni og rannsaka heilan og þá kemur maður ákveðin niðurstöðu. Á meðan arfgerðagreina þýðir að maður tekur venjulega og lifandi grip, sýni, oftast í dag og eyra með töng og þá er hægt að finna út hvaða arfgerð með tilliti til riðunæmis þessi gripi er með. Kannski í lokin eitt orð sem skiptir miklu máli í þessum rannsóknum, það er svo kallað PMCA næmispróf
Og það er þannig að smittferlið er líkt eftir í tilraunaglasi á mjög fljótlegan hátt. Það tekur ekki nema 2 sólarhringa sem tekur venjulega mörg ár og það er mjög þægilegt þar sem þá getur maður skoðað á frekar stuttum tíma hversu næmir eða ónæmir breytileika eru. Þannig að maður blandar saman heilabút með ákveðna afgerð með sýktum heilabút og ef maður blandar saman og kikið aftur á þetta eftir 2 sólarhringa þá sér maður er þetta svo að segja smitað. Núna þessi heilabútur er það ekki smitað. Ef það er ekki smitað það er það gott og ef það er smitað þá veit maður að þessi afgerð er næm. Bara svona einfaldlega útskýrt. Já, þessi stökkbreytingar eru lykilatriði í öllu sem við erum að gera í dag. Bændur tóku mjög snemma eftir því að ákveðna ættir af kindum veikjast ekki af riðu og það er hægt á þennan hátt að rækta riðu úr hjörunni. Sveinn Hallgrímsson, sem margir kannast örlíka við, fann þetta, já, eða reyndi að rannsaka þetta þegar 1972. En þessi rannsókn sem hann ætlaði að gera var því miður ekki styrkt. Það var ekkert, já, hann fann engan hljómgrunn hjá yfirlækni þáverandi, þess vegna fór það aldrei af stað. En í útlöndum var einmitt þetta rannsaka betur og fyrir það byrð 30 árum kom í ljós hvað er þetta sem er á bakvið þessa, svo að segja, erfðir sem komið vekk fyrir að kindur smitast af riðu. Það eru stökkbreytingar í amínósýrum prímprótínsins. Prímprótínið samanstendur úr nokkrum amínósýrum sem sitja í ákveðnum sætum og ef það er stökkbreyting þá er það ekki ákveðin amínósýra sem var áður heldur það er önnur. Og þessi samsetning talar svo að segja ekki saman við smittefnið og þess vegna veikist þessi gripur þá ekki af riðu. Eins og ég sagði áðan, það er venjulega bara ein stökkbreyting á genasamsætu, ekki 2 eða 3 eða 4, þannig að það er frekar einfalt að finna út. Og alþjóðlegur viðurkenndur í dag er ein svona stökkbreyting, breytileiki í sauðfé, sem er það sem að kalla ARR eða R171. Þannig að í sætinu 171 það á sér því stökkbreyting sér stað. Þannig að það er ekki lengur þetta sem hefur með skammstafan Q, heitir þetta R og þess vegna heitir R171. Það eru ekki margir breytileikar sem til eru á Íslandi, samt þó nokkrir og það er fyrst villigerðin sem er það sem að kalla ARQ og sem er í dag merkt gult. Með gult flagg þá er það VAF 136, líka VAF-EQ kallað. Það er líka kallað áhættuarfgerð sem er sérstaklega næm. 1087 er þá næsta sæti þar við hliðina. N188 er önnur stökkbreyting. Svo er það C151, H154, líka kallað AHQ og R171 ARR. Í öðrum löndum eru 8 öðruvísi stökkbreytingar að hluta til, þannig að það sem finnst hér ekki endilega sambærilegt það sem finnst úti. En eins og ég sagði fyrir 30 árum það voru að gera þessar rannsóknir, alþjóðlegar rannsóknir og það fyrsta sem maður fann út var að 3 sæti skipta máli. Maður vissi það mjög snemma, nefnilega þessi sæti 186, 154 og 171. Það er svo að segja grunnurinn. Ef það er óbreytt, ef það er villigerðin, þá finnast þar 3 amínósýrar, nefnilega alanín, arginín og glútamín. Þetta A kemur vera augljóst, arginín vera að segja R, þetta arginín hérna og glútamín er líka þetta sem er Q, bara hérna U. Kannski ekki svo rökrétt en það er bakgrunnen af þessu. Hún er sem sagt villigerðin og hún er næm en bara sem dæmi ef þetta alanín breytist í VAF sem er valín þá er það allt í einu VAF 186
og þessi samsetning er mjög næm fyrir riðu. Það var eitthvað sem maður fann mjög frekar snemma út. Það er bæði í útlöndum, sérstaklega í Englandi, en líka í mörgum tilfellum hér á landi. Ef þetta argínín í miðjunni breytist í H, sem er histidín, þá heitir það H154 eða AHQ. Það hefur mikla mótstöðu og ef þetta Q hérna í sætinu 171 breytist í R, sem er sem sagt argínín, þá er það R171, ARR, sem er svo gott sem ónæmt. Það er þetta æðislega kerfi með þessa skammstafi sem er notað víða heim, sem voru líka grunnurinn hér, en það sem við finnum fleiri stökkbreytingar hér á landi hefur hitt kerfi með þessi númer frekar kannski fundið innleiðingu. Það fer eftir því hvað maður vil segja, maður getur sagt til dæmis AHQ eða H154, það skiptir einlega engu máli, það er það sama. En eitt sem er mjög mikilvægt fyrir þessa lausn sem er einlega bak við allt þetta er að síðan meira en 20 árum hefur verið ræktað R171 eða ARR í ESB-löndum og víða heim með miklum árangri. Þannig að það hefur virkilega takist að útrýma riðu með því að rækta þessa afgerðir. Það er mjög mikilvægt fyrir sem sagt þessa nálgun. Það er sönnun að þolræktun er lausnin. Það er alveg sama hversu mikið smitefni er í umhverfinu. Ef kindurnar taka ekki smitið, þá er þetta málið leyst. Það þarf ekki meira en það. Það var frekar langt hlé á Íslandi í rannsóknum. Það var byrjað aftur að gera eitthvað fyrir tæplega 4 árum síðan, 2021. Og það var þannig að alþjóðlegt teymi fór að finna saman. Það var upphafið þannig að ég reyndi að finna út hvernig önnur lönd hafa leyst þessi mál og sérstaklega var upphafið hjá mér að ég las grein eftir Stefaníu Þorgeirsdóttur sem var skrifuð 1999. Þar sem hún kom með þennan lista sem ég sagði áður af öllu þessu stökkbreytingum sem til á Íslandi. Það eina sem vantaði þar var ARR. Það virtist nefnilega ekki til. Á þessum tíma voru 1000 kindur afgreindar og ARR var ekki í þessum 1000 kindum. Þess vegna mjög lengi haldið að það sé bara ekki til. En það sem var að finna þar var T107 og stuttu áðan hafði ég lesið aðra grein frá Ítalíu þar sem kom fram að T107 er verndandi á Ítalíu. Og það fannst mér, það finnst hér á landi, eða fannst allavega fyrir 20 árum síðan, og það er verndandi á Íslandi, á Ítalíu, kannski þurfum við ekki einu sinni þetta ARR, það sem við erum til 2007, það gæti verið nóg. Og til að vera viss að það sé rétt hjá mér, fyrst ég er ekki vísindamaður á þessu sviði, hafði ég samband bæði við vísindamenn á Ítalíu og í Þýskalandi og það kom staðfesting frá þeim, það væri einmitt rétt. Ef við myndum finna aftur kindur hér á landi með 487, þá þurftum við mjög líklega ekki að finna þetta ARR. En á sama tíma var strax þannig að þessi vísindamenn sögðu, það er mjög spennandi sem þú segir þar. Ísland, það er eyja, það er einangrað og þið vitið nákvæmlega hvaðan riða kom. Við höfum mikinn áhuga að gera eitthvað úr þessu. Við ætlum að gera rannsókn. Og þá þurftum við bara að finna peninga í þessa rannsókn sem tókst. Það var nefnilega þannig að Þróunarsjóður sauðfjárræktar fór strax inn í málin og var sannfærð að það væri lausn sem maður þurfti að skoða betur og þá var hægt að setja sem sagt þessa rannsókn af stað með þessu alþjóðlega teymi frá samtals 6 löndum sem hefur unnið saman síðan. Og það var meira að segja þannig að þau sóttu styrk í ESB vísindasjóð og fengu styrkin sem nemur meira að segja 190 milljónir af íslenskum krónum sem verður tekin úr Evrópu sambands vísindasjóði. Og það er eitthvað sem er auðvitað ómetanlegt til að geta nota þetta til að vita meira riðu hér og sérstaklega lausnina, hvernig við losnum við riðu aftur. Og það maður getur einlega flokkað þessar rannsóknir kannski í 4 flokka. Fyrsta spurningin var hvaða breytileikar eða stökkbreytingar afgerðir
finnast hérlandi. Við vissum ekki neitt í rauninni þegar við byrjum. Við vissum það sem var 1999 sem Stefania fann út en staðan í dag gæti verið allt öðruvísi. Það gæti verið dottið eitthvað út eða komið eitthvað nýtt. Það næsta var að finna út hvaða riðustofnar finnast á Íslandi. Eins og sagði áður, það er ekki bara einn riðustofn, heldur það er mismunandi smitefni og það getur sérhæft sig á mismunandi afgerði sem maður veit að það getur gerst. Þau þurfum að finna það út og það sem er kjölfarið hægt að segja er hvernig virkar afgerðina sem hefur funnið hér og riðustofna saman. Og það eru þrjá aðferðir til en notaðar allavega í okkar tilfelli. Eitt er þetta næmispróf sem ég nefndi áðan, PMCA. Svo er þetta sem er hérna nefnd CCS sem eru reynir samanburðar rannsóknir gamla riðuhjarða. Þá getur maður skoða hvaða afgerðir veikjast í þessum riðuhjörðum og hvaða afgerðir veikjast ekki. Og ef það er eitthvað sem kemur óvart, svo segja hvað er hlutföllin, þá veit maður líka að þetta er næmara en maður býst við eða þetta er ónæmara en maður býst við. Það er mikilvægt til að finna út þessar niðurstöður úr tilraunaglasi virkilega sambærilega við það sem maður finnur í raunveruleikanum, nefnilega í þessum raunveruleikum í riðuhjörðum hér á Íslandi sérstaklega. Og það þriðja sem er í gangi er það breytta mýs. Það er nefnilega hægt að rækta mýs sem er með TN37. Þannig að það er prímprótíni þeirra haga sér nákvæmlega eins og það væri TN37 kind. Og það er auðvitað miklu einfaldara að smita mýs með ákveðið smitefni og gengur miklu fljótara en að nota raunverulega kindur til að búa til smitturraunir. Og já, það er þess vegna þessi lausn sem er núna í gangi á vegum erlenda vísindamanna. Já, og í lokin er þetta lykilspurningin fyrir okkur. Hvaða afgerðir henta til að gera íslenska fjárstofninn riðuþoli? Það er þetta sem við sauðfjárbændur viljum ná. Staðan í dag, það er svona stutt yfirlit, hvað erum við komin langt? Sem sagt, það er núna 4 ár síðan við byrjuðum. Hvaða breytileika eru til? Það er að mestu einlega lokið þessari leit. Þegar við afgerðgreindum samtals í kringum 5.000 kindur. Það var ekki bara afgerðgreining, heitir eitthvað sem kallast raðgreining. Maður skoði ekki bara ákveðin sæti sem maður veit fyrirfram. Að maður leiti í þeim heitir maður skoða allt prímprótíni, þannig að maður sé öll sæti. Og þá var hægt að finna einlega allt sem væri kannski til þar. En það komið með þetta í ljós sem ég sýndi ykkur áður þessi listi af 6 stökkbreytingum pluss villigerðin. Og það sem komið virkilega óvart, maður hélt lengi sem sagt að R171 sé ekki til hér á landi, það var rangt. Eins og við vitum í dag er það meira að segja til mjög stutt hérðan í Skammadal, það var síðasta uppsprettan sem við fundum með R171. Þannig að það er sem betur fyrir var það rangt, ARR er til. En já, sem sagt, allt hitt sem Stefania fann var líka ennþá til í dag sem var mikilvægt atriði fyrir ræktun. Hvaða riðustofnar finnast á Íslandi? Sérstaklega er einhver munur á því hvort það sérhæfa sig í ákveðum afgerðum. Þetta er enn í vinnslu en maður er nú þegar búin að finna út að það eru til stofnar til dæmis í Skagafirði sem smita sérstaklega ARQ, nefnilega villigerðina. Það sem maður hélt áður fyrir væri hlutlaust, þannig að það væri betra en þetta sem er rautt eða VFQ eða VF186. Og það er mikilvægur punktur, það sem maður verður að segja, bæði er ekki gott, en það er misjafnt hvað er verra. Kannski það sem maður getur tekið svona til bráðabirgða. En hvernig það er nákvæmlega, það er í vinnslu og kemur mjög líklega út í lok núna ársins, áramótin, að við vitum meira það. Hvernig virka afgerðir og riðustofnar saman? Eins og ég sagði áðan, það er hægt að búa til þetta próf í tilraunaglasi, þar sem maður nota alvöru virkilega raunverulegan heilabút úr riðuhjörð. Og þótt maður viti kannski ekki nákvæmlega hvaða stofn það er sem er í þessum heilabút, er samt að hægt að nota smitefni úr honum.
Það er svona að maður notar smitefni án þess að vita hvað það er, en maður sé hvernig það virkar. Smita það ákveðna afgerð, smita það ekki ákveðna afgerð. Og það hefur verið gert til því umfangsmikið. Það voru 13 mismunandi smitefni notuð, þannig að á 13 mismunandi riðutilfellum og nota saman við alla þessa afgerðir sem ég nefndi áðan. Og það kom einmitt eitthvað í ljós, kannski ég hoppa aðeins tilbaka. Þetta kerfi sem er hérna, þessi litir eru inn í svona næmiskerfi. Það sem er rautt er það sem að heita þessi næma, svona meðaltali. Það sem er gult er líka mjög næmt. Að hluta til er það meira að segja væri einlega betra að flokka þetta líka rautt. Til dæmis smitefnið frá stóru ökrum í Skagafirði. Það var dæmi fyrir eitthvað sem smita sérstaklega ARQ eða bara afreind villigerina en ekki bakverku. Það er eitthvað sem kom mjög óvart. Þótt það hafi verið gripir í hjörðinni sem voru með áhættu afgerðina, þetta rauða, þau veikst ekki og það var nákvæmlega það sama sem kom út í PMC-prófinu. Það var augljóst að smitast einlega ekki af riðu. Sem er kannski kallað alltaf áhættuafgerð. Það er kannski eitt sem, já, ekki allir gerir sig ráð fyrir áður. 2007 hefur búin að tala um þetta áður, það er flokkað núna sem grænt en bara annan gaslappa ljósgrænt. 188 er blátt, það er lítið næmt eins og það kannski best að lýsa. Það getur smitast en það smitast alls ekki eins auðveldlega og villigerin til dæmis eða bakverku. Og svo tveir aðrir breytileikar sem ljósgrænir, C101 og H104 og sem dökkgrænt í dag, þar sem það alþjóðlega viðurkennt, ARR. Það einmitt þetta sem kom út úr þessum rannsóknum hér, sérstaklega PMC-prófum, en það var í samræmi við þessa samanburðarrannsóknir í riðuhjara eins og ég var að lýsa áður. Það var nákvæmlega eins í rauninni sem kom út hér og þessar mís í lokin, þetta enn í vinnslu. Það tekur tíma þar sem það var rætt þessa mís upp, svo segja, það var vera stopp, ekki bara ein mús heldur fleiri til að hafa einhverja hættbæra niðurstöður og það kom einhver truflun upp, það eitthvað alltaf með þessa erfðabreytta skepnur að það getur verið einhver galli í þeim. Og þá tekur lengur maður það að byrja aftur og taka ný mís og svo framvegis. Þannig að það tekur aðeins lengur en maður bjóst við. Það verður líklega komið eftir 2 ár út úr þeim. Já, og þess vegna líka þessi 4 punktur, maður getur sagt tillega mikið þegar í dag, þótt það sé eitthvað ennþá í vinnslu. Það samt hægt að hafa einhverja bráðabirgðaflokkun, já, sem ég lýsti rétt áðan með þessa með þessa liti, með þessi flögg. Já, maður komið með svona góðan grunn til að rækta með eins á meðan maður veit ekki meira en það. En það nú tillega mikið líka þegar við vitum. Ég búin að tala svo nokkuð mikið núna þetta sem kannski nýtt og þess vegna langar mig að benda á heimasíðu þar sem allt þetta útskýrt líka og miklu meira í rauninni ef þið með einhverja spurninga í kringum riðu eða bara ræktun gegn riðu. Það best að fara á þessa síðu sem heitir riðuvarnir.is eða riðaneitakk.net. Það það sama í rauninni, það bara 2 mismunandi vefföng. Kannski ætti að undirstrika að þetta enga framtak þessi síða, það engin stofnun á bakvið. Það svona bara ég sem setti þetta upp. En það sem það fannst ekki nein heimasíðu áður, það sem allir þessu upplýsingar sameinaðar, ákvað ég bara að setja þetta á fót. Og kannski einbending, fyrst við að tala heimasíður, sauðburð fram undan, það hefur nú ekki að riðu að gera, en fyrir nokkrum árum ég með dýralækninum Axel Kárason myndbönd, sem sagt leiðbeiningarmyndbönd þurrahjá og þótt þið séu auðvitað allir bara þau reyndir sauðfjárbændur. Það er stundum eitthvað sem kemur ekki svo oft fyrir eins og snúilig eða stórrútur aftur að bak með stór horn, eitthvað þannig. Þannig að það gæti verið spennandi að kíkja á þetta líka, bara til að sjá líka hvernig gerir aðra það. Það þessi heimasíða.
So thank you very much, Carolina and Stefania, for inviting me to this meeting, and hello to everybody. It's a pleasure to be here to talk about some study that we did several years ago in Italy. Já, ég ætla að reyna að túlka allt sem hann segir. Hann þakka kærlega fyrir boðið og ætla hann að, já, komið smá fyrirlestur stöðuna á Ítalju. So I'm talking about the variability of the prion protein and the association of some allele with resistance to scrapie. Já, hann ætla að lýsa einmitt þetta sem ég var að útskýra í grófum dráttum áður, hvernig príonprótínið og stökkbreytingar hafa áhrif á næmi skepna. So, as probably Carolina already said, there are at the beginning 5 main alleles identified for the prion protein, and they are named by the amino acid present at position 136, 154, and 171. Já, hann núna með stökkbreytingar sem eru bæði það sem ég sagði áðan, en hann kemur líka með aðra stökkbreytingu sem til í útlöndum, nefnilega þetta hérna Q171 getur verið í útlöndum bæði R og H, þannig að það svo að segja eru 5 stökkbreytingar sem hann með hérna, en það ekki við á Íslandi. So our first study was case control study. So we went in a flock where there was scrapie, and we just associate positivity here in red with genotype. And what we observe is that all the genotype with at least one ARR allele didn't show any case of scrapie. Hann lýsir núna dæmi af einmitt svona samanburðarrannsókn eins og ég nefndi áðan. Kannski ástæðan fyrir því að hann nefni þetta núna að hann segir núna söguna á bakvið af hverju hann uppgötvaði að T187 vendandi. Síðan kemur þetta. Byrjunin var nefnilega að hann sá allt sem með ARR vendandi. So then what we decide to do is some experimental infection by the oral route of Sarda breed sheep. And what we saw is that all the ARQ animals, with the exception of these animals, died after 800 days. The ARQ, AHQ genotype die with a longer incubation time, about 1,200 days, and all the other remain healthy. Já, það sem kom með óvart, það sem þau sáu þegar þau gerði í kjölfari smitthraunir, alvörukindur, og þau sjáu þarna ákveðna afgerðir. Einlega alla kindur sem voru með, já, sem sagt, villigerðina afreind, svona yfirborðinu hérna það væri þetta sem dóu eftir ákveðin tíma, nefnilega eftir kringum 700 daga eftir smitt. Það sama var með kindur sem voru með AHQ sem H154. Það tók lengur, þannig að það voru fleiri en 1000 dagar, það munur. Og hinar sem eru grænar, hérna efra, það líka nefnilega einn hópi hérna, eða fleiri, sem með ARQ sem dóu ekki, og það kom á óvart. So we ask why, and what we now know is that there are additional polymorphism on the ARQ allele, and one of these, for instance, is the threonine at codon 137, another with lysine at codon 176. And so we determine the genotype sequencing the entire coding sequence, not just the 3 codons. Já, það kom sér náttúrulega óvart og þess vegna skoðuðu þau núna allt príonprótínið, ekki bara þessi 3 sæti sem eru efst,
heldur líka fleiri, til dæmis í sætinu 137 og í sætinu 176. Allt þetta kom fram á Ítalíu sem lýst hér. And so what we observed was that the animals that didn't die of scrapie after oral experimental infection carried those allele. AT137RQ, IRQ with lysine codon 176, and another with lysine at 142. Já, þessar kindur sem voru ekki með ríðu voru með eftirfarandi breytileika. Það var með T187 á ARQ á móti, með K176 á ARQ á móti og með K142 á móti. Yes, this is an additional study that we did culling animals after 3, 6, 9, and 20 months. And what we can observe here is that animal with wild type ARQ accumulate progressively prion protein in the gut lymphocytic tissue, in non-gut tissue, and finally at the central nervous systems. While animals with at least one of these variation didn't accumulate scrapie in any of the observed tissue. Þau gerir líka aðra rannsókn í þess samhengi þar sem þau skáru ákveðnum tímabilum ákveðna kindur sem voru smitaðar í gegnum munnin. Það hægt að smita beint í heilan eða í gegnum fóður. Þessar kindur voru smitaðar í gegnum fóður og það kom í ljós hérna í þessari röð sést alltaf hvaða afgerð það er. Ef það þetta sem kallast wild type sem villigerðin, það kom strax fram, strax eftir 3 mánuði voru breytingar í þessum sýnum sem þau tóku á þessum kindum. Á meðan, og það líka með 6 og 9 og svo framvegis mánuða. En hérna þegar maður skoðar aðra breytileika, nefnilega K176, K142 og sérstaklega núna T187, meira að segja eftir 20 mánuði var engin breyting sjáanleg. Þannig að það var mikill munur með við villigerðina. So what we did is an additional experimental study by the intracerebral route. We transmit scrapie injecting in the brain of these animals. And what we observe is that the ARQ animals die in a shorter time. All the animals with ARQ, AHQ, RH die of scrapie. Just one of the ARQ, ARR animals die from scrapie, but all the animals carry at least one ARR or one of these allele with additional mutation didn't develop the disease. Það sem núna mjög áhugavert, það var þriðja rannsókn sem var gerð, smitt í raun. Núna var smittað beint í heilan og þá kom í ljós að kindurnar deyja miklu fyrr en á eðlilegan hátt, svo að segja, en ef þeir smitaðar í gegnum munnin. Þessa með villigerðina eftir rúmlega 400 daga, þessa með AHQ eftir það 700 daga, líka afreynd AHQ bara stuttu síðar, sem eiginlega ekki gott miðað við það sem við vonum hér í dag á Íslandi. En líka ARR blendið með ARQ greinlega hægt að smita beint í heilan. Það eitthvað sem margir gera sér ekki grein fyrir, það auðvitað sjálfgæft. En þetta sem mjög gott, allt sem hérna grænt, ef það ARR eða til dæmis T187 og eitthvað annað á móti en villigerðin, þá gerist ekkert. Þannig að þessar skepnur veikjast ekki þótt það séu smita beint í heilan. Þannig að það bara ekki spurning að þessar kindur smitaðar en það taka ekki smitt. So all these results show that there are additional allele other than the ARR that can protect animal
to Scrapy. And so we move on field study. These are case control study where in Italy, when we found a positive flock, we sequence all the animals and all the susceptible animals are killed. So we took all these animals that are susceptible animals and we test for positivity at the brain and we sequence the entire coding sequence. Það sem átt að spurning ef maður gerir smittilraunir það virkilega sambærilegt við raunveruleikann. Þess vegna þarf maður aftur þessar samanburðarrannsóknir. Þau skoðu fimm hjarðir og ég veit að það voru fleiri en 7.000 kindur samtals, það voru ekki smáa hjarðir. Og það var þannig að samkvæmt Evrópusambandins reglum þarf að skera niður allt sem ekki með ARR og það var í raun þessi hópur hægra megin sem hérna í rauða rammanum. Allar þessar afgerðir voru skoðaðar sérstaklega og já, samhætti kemur núna. And so we put here the result obtained. So you can see in red the animals that were found positive for the prion pod for Scrapy, and in green animals that were negative for the rapid test. And what you can observe is that there are many animals with ATRQ genotype that were present only in the healthy animals, and no one was found in those in affected animals, as well as this additional genotype. And so these are the calculation that we estimate a protective effect also in field condition. And this is the estimate of the risk of developing Scrapy of ATRQ animals or ARQK animals. Já, það sem kom í ljós, sem sagt, allir þessar afgerðir voru riðubreindar, þannig að var fundið út það með riðu úr þessum 5 fjörðum og vinstra megin allt sem rautt sem var riðujákvætt, þannig að það veiktist og efstu línu villigerðin, afrein villigerð og það eins og hérlandi, það mjög algengt þar á Íslandi og það voru lang flestar í þessum hóp af kindunum sem veiktust. Á meðan einmitt engin kind með 587 veiktist. Á meðan það voru marga í hjörðinni. Þannig að það algengt á Ítalíu, þetta 587, þvert öfugt það sem hérlandi, það mjög sjaldgæft ennþá. En á Ítalíu þessu kyni það algengt, þannig að þessar tölur virkilega haldbærar. Hérna líka hægt að reikna það nákvæmlega út, svo að segja ákveðna væntingar hvort maður reiknar með því að það ætti að koma riða eða ekki og sérstaklega hvort það marktækar tölur. Það líka bara í stuttum máli það sem hérna hægra megin. Og það sem kom út þetta marktæk að 387 á móti villigerðinni marktækt bara ónæmara gegn riðu en það sem maður myndi búast við. So all these field study indicate that there are prion protein genotypes that are associated with different level of susceptibility, and the genotype with at least one ARR allele are protected, but also genotype with the ARQK 176 and AT 137 RQ allele. Já, smá samantekt af þessu sem var gert í þessum rannsóknum. Það var hægt að binda röð, svo að segja næmisröð, hvar mest var að næmast á Ítalíu og hvar ónæmast og það var einmitt villigerðin afrein var næmust og þetta sem ekki til hérlandi ARH var ónæmast af þessum. Ef maður skoða bara 3 sæti
Hins vegar allt sem var að minnsta kosti með eina gena sem sæti með ARR eru ónæmar og sem er mjög mikilvægt, sem er sérlega mikilvægt fyrir okkur, er að kindur með TN37 voru líka bara mjög ónæmar gagnvart riðu, en maður fann bara engar kindur með riðu þar. Okay, so we did some PMCA experiment. So it's a method that incubate the brain of a positive animals with brain of a negative animals. And in vitro, after several cycles of sonication, the prion of the healthy animals is converted in pathological prion protein. Já, hann lýsir nákvæmlega núna hvernig þetta PMCA næmispróf virkar. Maður blandar saman sýkt heilabút og heilbrigt heilabút með ákveðna afgerð. Þá verður notað hljóðbylgjur til að hraða þetta ferli og þá einlega kemur smittferli í gang. Þannig að breytist upp og svo framvegis. And so we tested several genotypes. I don't go to the explanation of the experiment and the quantification of the experiment, but just want you to focus on this table. So if we use such substrate, we observe a clear difference in amplification efficiency. So ARQ, we can calculate an amplification factor of 10, but with ARR, an amplification factor of 1, as well as genotype containing a T137RQ or ARQ K176. Já, hann útskýrir einlega aðlega töfluna hægra megin hér. Vinstra megin svona dæmigerð bönd sem maður sér ef maður riðugreinar kindur. Eftir að ríða þá það 3 bönd. En sem sagt það sem skiptir máli hérna hægra megin þessi sem kallað amplification factor. Því sem hún hærra þetta þessi tala sem hún næmara skepnan, næmari skepnan fyrir riðu. Og til dæmis villigerðin með meira en 10 á meðan afreind ARR í kringum 1,3 og TN37 allt blendið 1,9 og ég veit úr ákveðinni grein eftir hann Gabriele að allt sem undir 2 undir 2 ekki næmt. Þannig að allt sem þarna passar saman. And so this incubation factor clearly correlates with incubation time that we observe in vivo experiment. Here is the amplification factor, and here is the incubation time observed in day. So with the PMCA, we can predict that also animals with threonine at codon 137 or lysine at codon 176 are protected from scrapie. Já, þetta útskýrir þetta á annan hátt, nefnilega í formi línurits. Vinstra megin það einlega tíminn sem það tekur til kindin deyr úr einhverjum sjúkdóm eða fær sem sagt breytingar í heilanum sem mælanlegar í riðugreiningum og sem sagt í samanburði við þetta sem kallast amplification factor. Hann kemur með þetta út af því að þegar þessi próf voru gerð á sínum tíma fyrir 15 árum síðan var þessi aðferð PMCA eiginlega ný, þannig að maður þurfti eiginlega fyrst að sanna að þessi aðferð virka yfir höfuð og það raunveruleg samhengi á milli sem sagt tímans sem í náttúrunni hvað tekur langan tíma til kindin deyr
og þessu sem kallað amplification factor og það var eiginlega sýnt hér með, það var nákvæmlega í samræmi það sem var að búast við og þar með getur maður nota þessa aðferð til að mæla næmi, bara í stuttum máli það sem hann ætla að segja. And so the result of the PMCA, indicated the conversion efficiency of PMCA appear to be genotype specific. The ARQ genotype showed the higher conversation efficiency, but no significant amplification has been observed for those genotypes with the ARR allele or this additional allele. Já, heilsta niðurstaðan úr þessum næmisprófum, PMCA-næmisprófum var að eiginlega engin svokölluð umbreyting átti sér stað, það er umbreyting alltaf smitt, sjúkdómur fer í gang hjá eftirfarandi afgerðum sem afreind ARR, ARQ, K176 ARQ og 387 ARQ. Okay, so yes, this is just an old study that has been based on genetic selection, and this is an opinion of the European Food Safety Authority that clearly states that at least in country where the breeding selection has been applied, in 10 years, this is the beginning of the breeding selection, and this is the end of the breeding selection. I mean, 10 years after. And so what we can observe that in country where the breeding selection has been applied effectively, there is no more scrappy. This is the instance of UK, France, Germany, Netherlands, Belgium. In some other country, unfortunately, the breeding selection has not been applied so efficiently. Not because the resistant allele don't work, but because breeders don't apply the selection. Já, til að kannski sanna aftur árangurinn af þessari nálgun að nota ónæma afgerðir til að útrýma riðu eiginlega sýnt hér. Vinstra megin sést ástandið áður en þessi nálgun var innleidd í Evrópusambandinu, því stærra blái punkturinn því fleiri tilfelli hlutfallslega voru í þessu landi. Sérstaklega slæmt hérna á Kýpur til dæmis, líka í Grikklandi og svo framvegis. Það var ástandið þegar þetta byrjaði og þá 10 árum seinna var árangurinn þannig að bara eingöngu þessi lönd sem svona brúnleitt yfir höfuð með einhver riðtilfelli sem hægt að nefna. Já, maður sé strax mikil árangur sem kom út úr þessu og hann segir líka ástæðan fyrir því að þessi lönd eftir ekki að það virka ekki þetta kerfi, heldur bara að bændur í þessum löndum ekki búin að innleiða í rauninni þessa nálgun, þannig þeir notuðu ekki ónæmu afgerðirnar, héldu bara áfram að nota það gamla sem þau voru alltaf með og auðvitað sé maður þá að þá gerst auðvitað ekkert ef maður breyti ekki neinu varandi næmi kindana. Kindurnar verða að vera ónæmar, annars hverfur riðan ekki. So with this, I close my presentation and I thank you for your attention. Thank you, Carolina, and thank you, Stefania, and bye-bye, everybody. Já, ég bara takk fyrir að bjóða mér að vera með. Bara ég sé ekki neitt þarna en ég veit af ykkur. Og þú ert búin að skýra þetta mjög vel út svona í sambandi við hvað við erum að gera í þessu rannsóknarverkefni og Gabriele stöðuna hjá honum. Þannig að ég ætla að segja ykkur frá því sem við erum að gera í samstarfi við sem sagt
Gabriele og fleiri á Ítalíu og ástæðan er að við fengum aðgang að sýnum þaðan, sem sagt úr kindum með 1037 úr riðuhjörð. En fyrst ætlaði ég kannski að segja aðeins svona smá inngang, svona fer kannski fljótt yfir það sem þarna þú ert búin að tala en af því að við erum hér á Keldum þá ætla ég aðeins að segja að þú ert búin að tala arfgerðargreiningu en það sem við erum aðalega höfum verið að fást við að greina riðuna hér á Keldum og sem sagt hingað til höfum við aðalega verið að nota heila vef og það það sem er svona alþjóðlega viðurkennt. Við verðum að drepa kindina til þess að greina riðu en já, en núna upp á síðkastu höfum við verið að skoða eitla, höfum líka gert það áður en núna úr riðuhjörðum sem sagt eru alltaf teknir eitla líka og við prófum þetta með svokallaða ELISA-prófi, þá einangrum við riðusmitefnið og við greinum með í svona samloku ELISA með mótefnum og við fáum þá bara litabreytingu og sjáum bara hvort að riðusmitefnið er þarna en við greinum ekki hvort að þetta er norska riðan eða klassíska riðan og til þess þarf að gera verstablott og Gabriel sýndi líka myndir af því. Þá erum við líka aftur að einangra riðusmitefnið og síðan erum við að skilja riðupróteinið af á geli og fáum þessi 3 bönd ef við erum með klassíska riðu en annað bandamynstur ef við erum með þessa ótypísku riðu og hérna lítið band. Og fyrir utan þessa ELISA og verstablott þá gerum við líka ónæmislitun ef það eru riðugrunn sýni að ræða þá verðum við að fá fersk sýni, annars fáum við náttúrulega oftast frosin sýni úr sláturhúsunum og þá er hægt að setja þau í formalín og skoða vefjabreytingar, annars vegar svona ósértæka vefjalítun og þá eru það safabólur í taugafrumum sem koma fram og hins vegar erum við líka með sértæka litun fyrir riðusmitefninu, það er þessi brúnu blettir. En þetta er svona aðeins greininguna og við erum náttúrulega búin að tala það að við erum núna að prófa eitla líka, fyrir ekki bara heilan, en það er svona helsta smitleið riðusmitefni sem er talið vera munn, þannig að það er innbyrt og fer þá fyrst í gegnum meltingaveginn og það er þess vegna sem að þarna koma eitlarnir inn að riðusmitefni finnst oft fyrir í eitlum og sérstaklega meltingavegi og síðan er það talið fara upp í taugakerfið, upp í heilan. Þannig að en riðusmitefnið hefur fundist á ýmsum stöðum í sem sagt líkama kindarinnar. En það eru sem sagt yfirleitt þessi kokeitlar, þeir kalla retrofaringeal eitlar sem eru teknir, eða það er það sem við höfum verið að fá undanfarið, en það er líka hægt að taka hálseitla og fleiri eitla, en þá þarf helst að kryfja kindina, þannig að það er svona mismunandi hvað eru aðgengilegir. Og þetta er kannski ástæðan fyrir því að við höfum verið að prófa eitla úr íslenskum riðuhjörðum og hérna dæmum þær 2 síðustu sem hafa verið greindar og það er kannski ástæðan fyrir það er ný nálgun eins og allir vita eftir að ARR fannst og þá er sem sagt farið að hætta að skera niður alla riðuhjörðina og bara kindur með næmar arfgerðir eru skornar niður og prófaðar fyrir riðusmiti, kannski svipað eins og Gabriel var að lýsa á Ítalíu, en kindum með vendandi arfgerðir og mögulega vendandi arfgerðum er þeim. Það fá að lifa, takmörku hreinsun á bænum, en svo áframhaldandi ræktun með vendandi arfgerðum. En það sem er kannski athyglisvert og mig langar að sýna ykkur hér að í þessum 2 síðustu riðuhjörðum, annars vegar Stórhóll sem var greindur haustið 2023 og Eiðsstöðum og þetta er nú sameiginlegt þarna, já, sameiginleg ræktun á Eiðsstöðum eða Guðlaugsstöðum. Það var greint í byrjun árs 2024 úr haustskimuninni
og í báðum tilfellum var sláturhúsasýni að ræða sem greindust fyrst og þá var bara heilinn prófaður og þá var eitt jákvætt sýni í báðum tilfellum. Hér með villigerðina og þessi með áhættuargerð. En í tilfelli Eiðsstaða þá þegar var að fara að skoða hjörðina þá fundust 6 kindur sem voru með einkenni eða voru svona taldar grunsamlegar og þá fengum við sýni úr þeim, bæði úr heila og eitlum og 4 af þeim voru jákvæðar í hvoru tveggja. Þær voru líka með áhættuargerð. Og síðan þegar var skorið niður, þessar kindur með næmar argerðir, frá Stórhóli komið 382 sýni, bæði heilar og eitlar prófaðir og þá fundust 12 jákvæð sýni til viðbótar við þetta upprunalega sýni og öll með sömu argerð og upprunalega sýnið, en öll voru bara jákvæð í eitlum. Þannig að það hefði ekki fundist þá neitt til viðbótar nema því að við tókum eitlana. En náttúrulega verða að taka fram að þegar riðan greinist í sláturhúsasýni þá náttúrulega kannski riðan ekki eins útbreitt í hjörðinni. Þannig að það hefur þarna verið smit á byrjunarstigi. Og í Eiðsstöðum þá fengum við 610 sýni úr niðurskurði og heilar og eitlar prófaðir. 57 þeirra voru jákvæð, flest voru með sömu argerð og upprunalega sýnið, áhættuargerð, og 28 af þessum viðbótarsýnum voru eingöngu jákvæð í eitlum, þannig að svona helmingur. Þannig að þetta segir okkur að það er mikilvægt að skoða eitlana, þá gefur okkur meiri upplýsingar hversu útbreitt riðusmitið er í riðuhjörðunum og mikilvægt líka þegar verið að skoða til dæmis áframhaldandi eftirlit með þessum hjörðum að það séu tekin sýni úr eitlum, sérstaklega úr kindum með þessar mögulega vendandi argerðir sem við erum ennþá að fylgjast með og líka úr ARR kindum. Eins og bæði Karolína og Gabriel nefndu þá eru þessar svokölluðu case control studies sem við köllum á ensku, en svona samanburðarrannsóknir á eldri íslenskum riðuhjörðum. Við erum búin að vera að skoða þessar riðuhjörði síðustu 20-30 ár og kannski með mismunandi aðferðum, ekki alltaf verið að skoða alla þessa tákna, þannig að við höfum verið að fara tilbaka og við áttum DNA úr mörgum erfðaefnum úr þessum hjörðum, þannig að við höfum verið að greina þær aftur og skoða þær betur. Og og við höfum verið að gera mismunandi tölfræði á þessu og skoða, ég heldur sem konum upp í 18 hjarðir núna, en ég er kannski ekki með niðurstöður úr þeim öllum. En tilgangur með þessari rannsókn er ef marktækur munur finnst á tíðni argerðar milli þessara hópa, getur það bent til þess að sú argerð tengist aukinni áhættu eða vernd gegn riðu, milli jákvæðra og neikvæðra. Við skoðum annars vegar samsæturnar og argerðirnar og þetta eru fyrstu 14 hjarðirnar sem við skoðum og það sem er merkt grænt hérna til hægri, þar sáum við marktækan mun á fjölda innan jákvæða hópsins og neikvæða hópsins. En eins og þið sjáu þetta má segja að þetta verið argerðir í tákna 136, 138, 151 og 154. Þannig að við fengum þá mismun á milli. En eins og þið sjáu þá er ekki neitt merkt marktækt við 137, 171 og ástæðan er að það eru svo, þó að ekki greinst neitt í jákvæðu, þá eru svo fáar líka í neikvæðu. Náttúrulega ekkert þarna í gömlu hjörðunum af ARR, eitthvað af 137, en það fékkst ekki marktækar niðurstöður. Og þetta er svona önnur nálgun, þarna erum við að skoða argerðirnar og þá erum við að skoða svo kallað odds ratio og þá erum við ef þessi tala er hærri en 1, þá eru tengst við aukna áhættu og það er það sem er argerðið með Waffer-Q, það er annarkvort merkt með gulu eða appelsínugulu. Það er þær sem eru með Waffer-Q
og hérna reyndar N138 og 751 og það minna en 1 þá eru tengsl við vernd og það eru þessi breytileikar sem eru merktir hérna grænir og síðan vorum við með eina hjörð líka sem við fórum að skoða aftur sem við hefðum verið að skoða 2008, það er riðugjörð frá 2002. Við höfum skoðað nefnilega bara þessar 3 tákna sem eru taldir mikilvægir, vorum ekki að skoða 137 eða 138, 151, þannig að við arfgerðargreindu það aftur 2023, en við höfum verið að skoða þetta með vefjalítun á eitlum 2008, kom grein út á, en núna arfgerðargreindum við þetta aftur og þessir eitlar sem hefðu fundist jákvæðir fyrir riðu, héldum að þeir væru allir ARQ, reyndust vera með breytileika í N138 og það er svona helmingur af þessum sem eru með N138 eru meðal jákvæðra og neikvæðra. En það er sem sagt, já, nokkuð hátt hlutfall sýna með N138 þessari hjörð, nokkuð jöfn dreifing á milli, en það er sem sagt fannst í 17 eitlum, heila sýnin höfðu öll verið neikvæð. Þannig að þetta er svona aðeins aftur til að leggja áherslu á hvað er mikilvægt að rannsaka eitlana og geta gefið viðbótar upplýsingar. Og þessar case control studies hérna á Íslandi, það er á eldri sem sagt riðuhjörðum, það er styðja eldri rannsóknir á næmi príonargerða og sem sýndu áður að það væri aukin áhætta sem tengdist tákna 136, sem sagt áhættuargerðin VFRQ og aukin vernd sem tengdist tákna 154. Það var sem sagt tölfræðilega marktækt, en við vitum samt 2 riðutilfelli á Íslandi með AHQ í gegnum tíðina. Það var engin breytileiki í þessum hjörðum með tákna 171 eins og við vitum. Þetta er náttúrulega áður en þetta fannst, það var ekki neinum að þessi hjörðum. Og T137 er mjög sjaldgæf í íslensku sauðfé og engin marktækumunur á milli hópa í þessum riðuhjörðum, en það fannst í 2 hjörðum. Þannig að þetta er kannski lykilpunktur hér. Við gátum ekki dregið neinar ályktanir T137. N138 er einhver vendandi áhrif en nokkrir varnaglar sem við þurfum að reka. N138 fannst í 18 riðujákvæðum sýnum, 10 þeirra í þessari rannsókn, sem sagt í þessari 14 riðuhjörðum og N138 var í helmingi sýna úr þessari gömlu riðuhjörð sem sýndu riðu á byrjunarstigi og jákvæði í eitlavef. 751, mögulega vendandi áhrif, mjög sjaldgæf í íslensku sauðfé, kannski ennþá sjaldgæfari heldur en T137, en er samt spennandi breytileiki því að það gæti haft áhrif á stöðuleika príonpróteinsins, þetta ákveðir binding eða kemur cystein í staðinn fyrir arginin. Það hefur verið 1 jákvætt tilfelli en það var einni riðuhjörð en þá var áhættuargerð á móti. En af hverju viljum við svo núna fá sýni frá Ítalíu til rannsóknar, og það var kannski aðalega það sem ég var beðin að segja ykkur frá núna. Og það er kannski aðalega því að það er hærri tíðni T137 breytileikans á Ítalíu en á Íslandi, sérstaklega í þessu sardafé. Það eru mjög fáar kindur á Íslandi með T137. Sjaldgæft að það finnist í íslenskum riðuhjörðum og þetta sardakindakyn á Ítalíu þar sem T137 breytileikin er algengur og eins og Gabriel sagði, þá hefur verið sýnt fram á vendandi eiginleika T137 í þessu sardafé. Það eru nokkrar riðuhjarðir á Sardiníu sem er núna verið að fylgjast með. Það er ekki sem sagt og það er vitað að það er eitthvað af T137 í hjörðunum og það er ein riðuhjörð þar sem við höfum sem sagt til rannsóknar núna.
þar sem 11% kindanna með þennan breytileika. Og þá voru 80 kindur í þessari hjörð sem hafa verið útsettar fyrir riðusmiti. Og það var möguleiki fyrir okkur í gegnum þetta samstarf að fá eitla til rannsóknar. Þeir hefðu ekki áhuga að skoða það, en af því að þeir í þeirra ferli í þessu eftirliti, þá þeir bara áhuga að skoða heilasýnin. Þannig að við fengum tækifæri á að skoða það hér. Þannig að við erum það komin bara í samstarf eða rannsaka þessar riðuhjarðir. Og það eru núna 5 riðuhjarðir undir eftirliti og allar kindur með næmar arfgerðir, þeim lóað eða skornað niður. Það skilgreint þannig að þær séu með glútamín í sæti 171. Það ekki verið að leyfa þessum 1037 kindum að lifa, og allar kindur eru arfgerðargreindar og mænukylfa úr öllum kindum eru tekin og prófað á Ítalíu, og svo til viðbótar voru tekin þessi eitlasýni eiginlega fyrir okkur. Og við fáum þá þessi eitlasýni send hingað bara nýlega, og síðan voru líka send sýni til Þýskalands, og það átti að prófa það með ónæmislitum. Og þetta svona aðeins viðbótar upplýsingar þessa riðuhjörð, og þarna eru 724 kindur, og það voru 498 sem voru greindar næmar fyrir riðu, og af þessum kindum voru 76 með 1037 arfblendnar, 4 voru arfhreinar, og það var búið, síðast ég vissi að var búið að prófa 331 heilasýni og 3 af þeim voru jákvæð. Það er ekki kannski mikið smitt í hjörðinni, það er 1%, en öll þessi jákvæðu sýni voru með M í sæti 137, voru ekki 1037. Það var ekki búið að greina þetta allt, síðan ég hef ekki fengið frekar upplýsingar greiningar á heilasýnunum. En við fengum það eru 80 kindur með þennan breytileika, 11% af hjörðinni, 76 arfblendnar, 4 arfhreinar 1037, en 20 af þessum arfblendnum voru með breytileiki í öðrum táknum. Og við fyrir nú ekkert nánar út í það. Við fengum send 76 eitlasýni úr 73 kindum, það voru fengum tvöfalt sett úr nokkrum 3 arfhreinum, og eitlarnir sem við fengum voru pokaitlar, retropharyngeal lymphnote. Og kannski niðurstöðurnar eru að öll eitlasýni reyndust neikvæð í heilsuprófi, og það bara voru náttúrulega mjög jákvæð fréttir fyrir þá sem vilja leggja áherslu á 1037 og okkur sem hefur áhuga á þessu. Engin eitlasýni voru tekin úr kindum með aðrar arfgerðir en 1037, þannig að við höfum ekki upplýsingar það. Og 1% prófaðra heilasýna úr þessum næmu kindum var jákvæður. En það ekki búið að prófa þetta með ónæmislitun, þannig að þessi rannsókn í rauninni ennþá í gangi. Þetta eru svona bara okkar niðurstöður sem við ákvaðum að deila með ykkur. En tek það fram að rannsóknin ennþá í gangi, og á eftir að prófa sýnin með annarri aðferð í Þýskalandi. Og samantekt á því sem ég hef verið að tala riðusmit greinist fyrr í eitlum en í heila. Smittali berast munn í eitla í meltingarvegi og þaðan í taugakerfið. Rannsóknir á eldri og nýjum riðuhjörðum á Íslandi sýna umtalsvert meira smitt ef eitlar eru prófaðir auk heilasýna. Og neikvæðar niðurstöður úr rannsókn á 1037 eitlum úr riðuhjörð frá Sardiníu gefa frekari vísbendingu verndandi eiginleika þessa breytileika. Og svo aðeins til að árétta eftirfylgni með íslenskum riðuhjörðum, af því að nú er ýmislegt að breytast og fólk að nota aðrar arfgerðir heldur en endilega bara verndandi, að mikilvægt að fylgjast áfram með þessum íslensku riðuhjörðum þar sem var ekki skorið niður til fulls,
af því að það eru bæði verndandi arfgerðir og mögulega verndandi arfgerðir sem við viljum fylgjast með við íslenskar aðstæður og það þarf að taka heila og eitlasýni úr öllum kindum sem drepast, til dæmis úr neyðarslátrun eða líka kallað fallen stock, eða er slátrað til manneldis. Og sérstaklega úr þessum kindum með mögulega verndandi arfgerðir þá þyrfti náttúrulega bara helst að senda hræin á keldur svo að sé hægt að taka fleiri eitla heldur en bara kokaeitla til að rannsaka þetta betur. En já, þetta er nú bara komið hjá mér. Þetta er svona bara til að sýna að þetta er ekki, við erum sem sagt í þessum stóra rannsóknarhóp og þeir sem eru kannski aðalega að vera að rannsaka það sem við höfum verið að tala um í dag eru Gabriel í Róm og síðan er líka rannsóknarhópur á Sardiníu sem er að rannsaka þessar hjarðir og í Þýskaland er það Kristín Fast sem ætlar að ónæmislita þessar sýni úr þessum riðuhjörðum og þið heyrið ekki síni rétt á eftir ræktunina og það er náttúrulega margir á keldum sem hafa komið að prófunum á þessum undanfarin ár og svo náttúrulega íslenski hópurinn hérna, Vilhjálmur, Eyþór og Karolína og við höfum verið svo heppin að fá styrki úr erfðanefnd landbúnaðarins og þróunarsjóði af því að þó að við höfum fengið stóran styrk frá Evrópusambandinu þá sá peningur ekki að koma til Íslands en við bara sendum sýni erlendis og fáum aðganga að þessum færu rannsakendum þar sem nú líka að nota aðferði sem við höfum ekki aðgangað hér, allavega ekki ennþá eins og PMCA og sýkingatilraunum í músum og svo framvegis. En já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir sömuleiðis. Spurningar annaðhvort á Zoom eða hérna í salnum? Ekki strax. Mig langar að benda kannski eitt, að bara svo að segja taka saman tvennt sem þú varst að segja, bara til að kannski útskýra einn punkt betur fyrir þeim sem gátum verið kannski ekki fylgst með svona rætt. Þú varst að nefna þetta dæmi frá Stórhól, til dæmis það sem við einkennd jákvæð í heilanum en voru ekki 11 eða 12? Já, 12 til viðbótar við þessa, já, upprunalega jákvæða, já, 12 til viðbótar, já. Einmitt. Já, það er einmitt. Og síðan frá Eiðsstöðum þar var líka helmingur af þessum jákvæðu sem kom úr niðurskurðinum sem voru bara jákvæði í eitlum. Já. Kannski bara tengja þetta við fjöldan á Ítalíu, ef þú vil kannski bæta þessu við? Já, maður hefði náttúrulega, við vitum ekki hvernig hinar arfgerðirnar hafa komið út, þannig að við báðum ekki eitla úr öllum allri hjörðinni, þá hefðum við fengið 300 eða 400 sýni í staðan fyrir 80, við getum kannski aðtöða það seinna. En það voru allavega engin á þessum 73 kindum sem fengum eitla úr. Þar voru allar neikvæðar, þessar sem voru með 1037. En þetta er náttúrulega, já, bara gefur okkur vísbending það að allavega í þessari riðuhjörð á Sardiníu, þar er ekki að greinast jákvæðar. Já, kannski annar punktur sem sagt það voru innan gæsalappa bara 3 gripir sem voru í heila jákvæðir en ef maður dregur þetta eða svona dregur samband á milli þess að segja að minnstakosti helmingurinn getur verið 8 að 10 sinnum fleiri sem bara jákvæði í heilanum. Það sé eitthvað sem já, við getum náttúrulega, já, það má rekna með að sé einhverju með smit á byrjunarstigi til viðbótar, já, það er alveg rétt, en það er kannski erfitt að fullyrða nokkuð það. Já, en það er mjög líklegt, já, að það sé eitthvað af það sem hefði væri jákvæði í eitlum.
fleiri en þessar 3. Já. Bara að maður hugsa ekki strax að það lítið smitt í hjörnu, bara 3, þá mjög líklega það fleiri ef maður skoða eitlana. Það rétt. Já, bara svona það sem mér datt helst í hug. Já, ég heit annars það ekkert sem... Jú, kannski. Já, einn spurning. Það voru tekið sýni aftur og flutt til Þýskalands. Já. Ég veit eitt dæmi sem var tekið og var að tekið aftur á íslenska erfðagreiningu og það var alltaf í niðurstaðið íslenska erfðagreiningu eftir í Þýskalandi. Þú meina afgreiningu? Já. Það var einmitt já, það getur alltaf gerst. Það en líka, ég get svarað því kannski, Stefania, þú veist það líka, það snýst afgreiningu, sem auðvitað var það upphaflega allt til agrobiogen í Þýskalandi fyrstu 2 árin, þá skiptist það yfir á íslenska erfðagreiningu og þá, þess vegna þekkir maður báða aðila og ég veit líka tilfelli sem það öfugt, eða svona, já, það líka ekki hægt að segja að það tengt aðilanum, þetta grundvallaratriði, að það getur verið misgreining. Getur þú það kannski úrskýrt betur, Stefania, hvað getur til dæmis farið, hvað getur klikkað í svona ferli, bara svona sem dæmi, tæknilega og mannlega, sem kannski Já, það getur, í fyrsta lagi getur náttúrulega kannski sýnið sjálft þegar þú ert einangra erfðaefni, það getur stundum verið mismunandi gæði. Við komumst að því þegar við höfum verið einangra úr gömlum sýnum að það er svolítið ofta erfitt að fá gott erfðaefni úr því, en það náttúrulega ekki kannski vera vandamál þarna. En það getur náttúrulega kannski bara ýmislegt komið upp á. Þetta náttúrulega, en ég get svo sem ekki alveg, ég þekki ekki þetta tilfelli, en það getur kannski verið eitthvað aðeins mismunandi aðferðir og þess vegna náttúrulega alltaf líka sent aftur í nokkru sinnum í greiningu, það ekki, ef það verið að finna ARR eða verið að nota, þá veit ég að það allavega sent, endurtekið til greiningar til þess að vera viss. Alveg rétt. Það til dæmis, ef það bara einn gripur í einni hjörð sem með ARR eða einhver með T187 sem ekki tengt neinum T187 gripum, þá höfum við alltaf endurtekið þetta sýni eða tekið strax úr afkvæmum eitthvað það sem það ætti að sýna fram á hvað rétt. Alveg eins og þegar við erum að greina riðu, þá tökum við náttúrulega alltaf sýni aftur og endurtökum og förum tilbaka og það getur náttúrulega kannski alltaf orðið einhver mistök, einhver mannleg mistök einhvers staðar. En þú vilt vera viss. En ég þori ekki að segja hvað hefur farið úrskeiðis þarna. Nei, bara svona dæmi. Ég hef búin að heyra að það gæti meira að segja orðið svona cross-smitt eða hvað það kallast. Þannig að einhver nærliggjandi DNA með sama afgerð, með suma afgerð, var smá bútur á DNA-inu og getur farið yfir og þá auðvitað verður niðurstöðan allt önnur. Og auðvitað líka getur verið mannleg mistök að bara vigsl á sínum. Allt hægt. Þannig að maður getur ekki sagt þessi aðili betri en hinn. Það getur klikkað hjá báðum. Þannig að ef maður vill vera viss, taka aftur sýni og svo segja það sem tvisvar rétt. Ég myndi segja það það ekki þannig að maður segir það mikla líka að það sé nú virkilega það sem rétt í raunveruleika. Eða hvað myndir þú segja? Jú, ég myndi segja það. Já. Ef það skiptir máli, bara aftur. Einmitt, já. Bara takk fyrir mig. Ég fylgist áfram með. Frábært, takk alveg fyrir þetta. Þótt það sé seint og svo framvegis. Já. Good evening to all of you. I would like to say something about the importance of genetic diversity in general. This is the main part of my talk, and then more or less as conclusions, something about how you should breed for scrapie resistance in sheep to save the diversity of the Icelandic sheep. Já, Gesine ætla að tala þennan punkt að erfðafræðilegu breytileiki eða fjölbreytileiki mikilvægt
og hvað það þýðir í rauninni fyrir ræktun fyrir okkur hér á Íslandi, fyrir íslenska sauðfjárbændur. So what is genetic diversity? The diversity is saying something about the degree of genetic variability between populations and also between individuals. Hvað í rauninni erfðafræðilegi fjölbreytileiki? Það hversu mikið, hversu ólíkir eru ákveðnir einstaklingar, bæði innan stofns og líka ef maður ber saman einn einstakling og annan einstakling. And the genes are the basis of this diversity. Og genin auðvitað grunnurinn á öllu þessu. And so the genetic diversity is defined by the differences between genes or the variance in genes between species or between breeds or also between individuals. Já, það sem sagt erfðafræðilegi fjölbreytileiki annarkvort munur á milli gena í ákveðnum kynjum, á milli ákveðna kynja og eins og ég sagði áður, einstaklinga. Þannig getur verið stórhópur eða bara milli einstaklinga sem maður ber saman. In animal breeding, we are looking on genetic differences between breeds mainly and also between individuals within one breed. Já, það líka bara svipað núna ef maður hugsa sérstaklega ræktun, þá leggur maður sérstaklega áherslu á erfðafræðilegan mun á milli kynja og sérstaklega á milli einstaklinga af sama kyninu. So this example just is to explain you a little bit what is behind that. So this is saying you or showing you how DNA variants can influence traits. Þetta bara eitt dæmi hvernig það virkar, svo að segja mismunandi eiginleikar, erfðafræðilegi eiginleikar, hvaða áhrif hefur það í rauninni á einstaklingi? We have here a chromosome where a certain gene is located, and this gene, for example, can have an effect on the pigmentation of hairs. Já, hérna litningar og ákveðið gen sem þarna til dæmis grænt og rautt og þetta gen hefur áhrif á litinn gripsins. And at a certain position in that gene, for example, here we can have an A, the base A, or the variant of that could be at that same position a T. Já, það segir að á þessum stað getur verið annarkvort A, svo segja sem breytileiki, eða á sama stað getur verið breytileikin T. And as each individual has not one chromosome, but a pair of two similar chromosomes, here these two or here these two, we have to look always at two chromosomes when we are looking on a certain position in a gene. Það ekki alltaf að það bara eitt gen sem skiptir máli, það getur líka verið fleiri gen og þá verður það aðeins flóknara sem það situr á ólíkum stöðum á litningnum. And when we have this kind of difference, like here the A and here the T, this can have an effect on the protein, which is built after instruction of the gene. And so you here see here this protein, which I described like that, a little bit different structure compared to that protein. Já, í þessu tilfelli talar hún prótein sem tengt þessum genum og ef það til dæmis með rautt þá lítur það öðruvísi út það sem svo, maður getur sagt þetta gen myndar ákveðið prótein og þetta prótein öðruvísi samansett eða öðruvísi lagað eftir því hvort það sé með A eða með T. And in our example here, this is at the end resulting in a sheep with white fleece when it has on both chromosomes the A, or on one chromosome the A and on the other chromosome the T. So this is homozygous and this is heterozygous. And a sheep which is black
when it has on both chromosomes the T? Já, hérna sést það mjög vel hvernig það kemur út. Fyrst það snýst liti. Ef það arfrein, svo að segja, fyrir A, það tvisvar A, eða ef kindin með A og T saman, þá þessi kind hvít. En ef það í báðum, svo að segja, báðum megin með T, arfrein T, þá það svart. Svört. So this kind of inheritance is called monogenic inheritance because only one variation in a single gene is defining the phenotype or the trait. Í þessu tilfelli það frekar einfalt, þar sem það bara eitt gen sem ræður þessu, en það sem sagt líka til eiginleika sem tengt fleiri en einu geni. We know also other types of inheritance which are called polygenic, where several or a lot of different variants in different genes affect the trait. Líka hef ég sagt meira en hún sagt í áðan, þannig að það svo saman sem ég sagt í þetta snýst núna já, sem sagt, ef það ekki bara eitt gen heldur fleiri. And and one example where you have few variants which have a large effect, you know already, this is Grapey. Já, þá það til dæmis með riðu þannig að það ich habe später Hannah bitte. Was hast du gerade gesagt? Das ist eins oder mehrere sind, die da jetzt Einfluss haben? Naja, wir wissen ja, dass es jetzt mehrere sind, also nicht nur AER, sondern... Ach so, das meinst du? Das sind ja nicht mehrere Gene, sondern mehrere Varianten. In einem, ja, aber das geht getrennt. Das kann man einzeln für einzelne Varianten, ist ja egal, ob das im selben Gen ist oder nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ja, nee, gut. Dann, ja, alles klar. Kannst du auch weglassen? Sjátt hvað hann að meina. Það sem, ég sagt, með ríðuna, það líka fleiri en einn möguleiki eða fleiri en einn breytileiki sem kemur til greina og sem hefur áhrif. Það ekki bara eitt, ekki bara ARR. And there are also traits where you have really a large amount of genes and variants which are influencing the trait. This is, for example, traits like meat quality. Það líka eiginleika sem það, svo að segja, flóknir, að það mörg gen sem hafa áhrif, til dæmis, kjötsöfnun. Það ekki að það hafa bara eitt gen og allt leyst, það bara miklu fleiri en eitt gen. Alter, blöd zu blättern hier. Next. Oh, now I want to talk or inform you why genetic diversity is important. Af hverju erfðafræðilegur fjölbreytileiki mikilvægur? In a natural population, or you can call it in wild animal populations, a high genetic diversity is enabling the adaptation of the animals to new environmental conditions due to natural selection. Ef það mikill erfðafræðilegur fjölbreytileiki, það mikill fjölbreytileiki til, það miklu einfaldara fyrir viðkomandi einstakling eða bara fulltrúa kynsins að aðlagast ef eitthvað gerist í umhverfinu. Það miklu fleiri möguleika að breytast svona, ef það breiður grunnur, en ef það bara mjög þröngur grunnur, ef eitthvað gerist sem hendur ekki þessum þrönga grunni, þá það bara búið, svo að segja. Það sem það ekki hægt að leysa vandamálið út frá því. And in farm animal populations, the high genetic diversity is enabling, it's always shifting, is enabling us to select for certain traits. For example, you know that in Icelandic sheep, as example, you have some sheep for lamb meat production, or you have the leader sheep, which are bred for a different trait. Það sérstaklega líka ef það snýst búfé, sem hún sagði áður á sérstaklega við villidýr.
En ef maður hugsa búfé sérstaklega þá það gott að hafa mikinn fjölbreytileika sem þá getur maður valið mismunandi ræktunarmarkmið. Til dæmis hjá íslensku sauðfé það hægt annarkvort að rækta kjöt eða forystufjö sem bara mjög gagnstætt varðandi ræktunarmarkmið en samt bæði hægt fyrst það svo fjölbreytt. But there also may some traits in future which we don't know at the moment, which could be very important to select for. For example, when we need a tolerance against climate change things, so that maybe salt tolerant animals or heat tolerant animals and things like that. Það sem getur líka verið mikilvægt eitthvað sem við vitum ekki ennþá í dag. Einhverja kröfur sem verða gerða til búfjár í framtíðinni. Til dæmis ef loftslagið breytist eða eitthvað annað í umhverfinu. Og það gott að vera með, sem sagt, breiðan grunn. The second issue is that we have problems we get when we have a higher inbreeding rate. For example, that we have animals which are show genetic defects, which are inherited recessively, or that we have some traits like fertility and fitness, so health traits which normally are getting worse when you have a higher degree of inbreeding. Auk þess fjölbreytileiki, hjálpar fjölbreytileiki að ákveðin vandamál koma ekki upp sem tengd skyldleikarækt. Til dæmis að það koma fram erfðagallar eða að ákveðin eiginleikar versna með tímanum ef það of mikil skyldleikarækt. I just want to show you one example. Which we found in a sheep breed in Germany. This breed is called Cameroonian sheep. Normally they are looking like that. So they are brown, light brown, and have dark legs and dark marks. And in this family of Cameroonian sheep, some lambs were born and looked like that, so completely white, blue eyes, which is not visible here, and they died after some hours or some few days after birth. Hérna eitt dæmi hvað gerist ef skyldleikarækt verður of mikil. Það þannig að það venjulega goldsóttar þessar kindur, hérna heiti ég mögótt, það rétt? Mögótt kindur. En ef það sem sagt of mikil skyldleikarækt þá deyja þessi lömb innan skamms annarkvort strax eftir burð eða eftir nokkra daga og þau bara hvít þessi lömb. Þannig að allan lit vantar og það getur gerst ef það of lítil eftirfræðilegi fjölbreytileiki. And when we investigated that case or that farm with this flock, we saw that the father of this lambs, or the grandfather in parts, was mated to some of his daughters or even granddaughter, and this father had a defect allele, which is here visible as red D, and you saw by this inbreeding that the black lambs here all were homozygous for this defect allele, and this was the reason why they looked like that here on that figure. Ef maður skoða núna þessa bókstafi þarna eða litin þeirra, þá verður augljóst hvað gerist í rauninni. Það erfðagalla að ræða sem faðirinn var með og hann var greinilega af blendi, þannig það sást ekki þessi erfðagalli, en hann átti lömb með dóttur sinni og þá voru það aftur líka barnabörn sem voru parið með honum og þá kom það fram að þessi eiginlega var tvisvar í sömu einstaklingi, þannig að þetta var bæði rautt og þá kemur þessi erfðagalli verður hann sjáanlegur og það leiðir til þess að þessi lömb verður hvít og deyja innan skamms. So this example just should show you that when animals are less diverse, so they are
more related to each other, the risk to get animals defects is increasing. Já, það nokkuð augljóst ef það mjög þröngu hópu eða bara ekki mikill erfðafræðilegi fjölbreytileiki þá aukast líkurnar að erfðagallar koma fram. So now how can we describe or investigate the diversity in individuals or maybe also in breeds? Já, hvaða möguleika til að mæla hversu fjölbreyttur erfðafræðilegur einhver stofn The first thing to do is to look on population data. So it's relatively easy to look on the number of animals which are used for breeding. Eitt frekar einfalt, maður telur bara hversu margar kindur það sem notaðar til ræktunar, hversu margar hjarðir það og svo framvegis. So there's something which can be calculated, which is called effective population size. And this is just estimated by using the number of animals which are used for breeding in a population. So I don't need to show you or explain you the exact formula. It's not complicated, but it's not needed to know it in detail. It's just using these numbers of animals, and it's thought that you have ideal population, so each animal can mate with each other without control. Það til ákveðin tala sem notað til að mæla fjölbreytileikann og það til dæmis þetta sem kallast, hvað heitir það á íslensku? Það þýðir rauninni hversu mikli möguleika út frá ræktunardýrum að búa til ný afkvæmi og þar með einlega erfa áfram þessi eiginleika. Virkstofnstærð. Takk, Jón Hjarti, frábært. Það effective population. Yes. This table is just also an example from breeds in Germany, where the effective population size was calculated here due to the number of female and male animals which are registered in the head book. Nokkur dæmi, það mismunandi sauðfjárkyn í Þýskalandi og í þriðja dáknum sést einmitt virkstofnstærð þeirra, mikill munur, þetta sem kallast Schwarzes-Bergschaf, ekki nema 73 og meðan Merino Langwollschaf hefur 491. I did not say something about this breed until now, but no problem, Carolina. I want to say with this example here, with these two breeds, the Merino Langwollschaf and the Leineschaf, which have the more or less same effective population size of around 500, so they are not in danger or something like that, that there's still a difference in these two breeds, even if they have more or less the same number, because the one breed, we have only 6 breeders in Germany which have this breed, and we have in the other breed more than 70 breeders. So the genetic situation of these two breeds is completely different, even if you think from the animal numbers only that it's the same. Já, þessi virkastofnstærð segir samt ekki allt. Það sem, ef maður skoðar einmitt þessi tvö kyn gult og grænt, þá virkastofnstærð mjög svipuð, en samt kringumstæðurnar allt öðruvísi. Það bara 6 hjarðir á bakvið þetta hér, og meðan það 71 hjörð á bakvið þetta hér, sem segir það margt virkilega fjölbreytileika. So just looking on these animal numbers is not the best idea. So we can also use other information to estimate the diversity, which is pedigree information. Já, þess getur maður notað ættartré eða bara ættarupplýsingar. And we can do this also in Germany in sheep breeding. I think I know you can this also in Iceland.
to look on pedigree information, which is in Germany used to calculate the inbreeding coefficient, sorry, inbreeding rate, I say it's the easier word, due to or for the progeny of certain matings. Á Íslandi er það þetta skyldleikarækta stuðull sem hægt er að reikna út og það er sem sagt í útlöndum gert oftast í einhverju kerfi hjá okkur er það fjarvís og í mörgum tilfellum er það líka hægt að reikna út ef maður hefur þennan föður og þessa móður saman, hvernig verður það þá með lömbin varandi skyldleikarækta stuðull. But this approach has some disadvantages, which are that breed information, at least in Germany, is not always completely there. It's also depending on the breed. And they're also not always correct. Vandamál er að allavega í Þýskalandi eru ættartölur ekki alltaf til staðar og þau eru ekki alltaf réttar. Compare that to DNA markers, which I will explain you later on. Pedigree information is always not as exact. Já, líklega er það, eða oftast er það líka ekki eins nákvæmt í samanburði við eitthvað sem er kallað DNA markar á ensku. Just to give you one example, which can be maybe enough today, is that if you look on animals from the exact same parents, same father and same mother, they are estimated to be the same due to the pedigree information because they have the completely same pedigree, but genetically they are not the same. Eitt galli er dæmis á þessu kerfi að maður gerir ráð fyrir að æsiskyni eru erfðafræðilega nákvæmlega eins en allir vita að það er ekki tilfelli nema ef það eru eineggja tvíburar en það er oftast ekki þannig hjá kindum allavega. Du kannst auch etwas kürzer fassen, Gesine. Vielleicht kurz einmal. Okay. So we also see from other studies that there's in part very low correlation between inbreeding coefficients and based on pedigree data and based on SMP data. Það kannski mikilvægt að vita að það er sem sagt ýmis kerfi sem hægt er nota til að reikna svona gögn út eða hins vegar að koma að þessum tölum í gegnum ættartölur og það getur verið mikill mismunur á milli. So the solution of that is to use genomic data, which is actually SMP genotypes. Tryggara er í rauninni að nota aðferði eins og svo kölluð flugugreining eða þar sem ákveðna eiginleikar eru skoðaðir á erfðafræðilegan hátt ekki bara í gegnum sem sagt ættartré. So this is the topic of DNA markers. Here I wanted to explain you how this information is you can gain that in a lab, but I think it's maybe a little bit too detailed for this evening, or later on if you have questions we can come back to that. So we can gain this data and then do some genetic analysis to look on diversity. And here I show you as first a very simple example, which we did for some breeds in Kosovo, in a European country, where the question was if this breed here with the black head is still separate and our own breed, or if this has been mixed with that breed because these sheep are kept in the same environment. Hún að sýna hérna eitt dæmi hvernig það virkar ef maður gerir svona nota þessa aðferð með fluguna. Spurningin þar var þetta kyn hér í rauninni ennþá sérstakt kyn eða er það í rauninni það sama og þetta kyn sem á nákvæmlega sama svæðinu. What you can see in this so-called PCR plot, you see that this breed here is the blue points,
It's completely distinct from these 3 breeds, and also from this was the question, yeah, from this yellow here. So this is really an own breed, and now politicians say, yeah, we should try to save that breed. Svarið sést mjög vel hérna í þessu punktariti sem við kalla PCA-plot. Það þessi hópur hérna sem með svartan haus og það bara á allt öðrum stað en hinir 3 hópar sem hinkynin. Þannig að það augljóst þetta sérstakt kyn og hefur velja mjög lítið að gera við hin. Next example is from 10 different goat breeds in Switzerland. And this example should show you that sometimes you can, even if you have, like here, these 3 breeds, breeds which are looking completely different phenotypically, that they can be genetically very near, close together, because these are these breeds which are in this circle. They cannot be separated by this method. Það stundum samt ekki hægt að nota þessa aðferð til að finna einmitt út, það sérstök kyn eða ekki. Það sem stundum þau það líkar, erfðafræðilega séð, að maður sé bara engan mun. Það á sama stað í þessu stigi hérna í miðjunni, þótt það sé virkilega 3 aðskilin kyn. Það getur líka gerst. And we use that method for describing diversity in the Icelandic sheep population. This is the next slide, which is showing different subpopulations of the Icelandic breeds compared with some Greenlandic sheep and some other sheep from abroad. And I think Karina can better than me show you or say you some few examples what this PCR plot is showing about the diversity of the Icelandic sheep. Já, núna verður það spennandi það sem þetta ský hér allt íslenska stofnin, sauðfjárstofnin, og þessir mismunandi litir voru mismunandi flokkar, til dæmis forystufé eða ARR-kindur, fyrstu ARR-kindur á Þernanesi, feldfé og svo framvegis. Það líka þessi flokkur sem samt sem sagt ein heild. Á meðan hérna til dæmis þessi hópur hér, það allt öðruvísi kyn, bara allt öðrum stað. Upphaf að þessari rannsókn var spurningin, ARR-kindurnar, þessu allra fyrstu, þau tengdar útlendum kynjum? Það sem það oft sagt bara að koma frá útlendum með innfluttum kindum. Það var ekki hægt að sýna fram að það út frá því, það sem það á allt öðrum stað, það hérna. Og hin spurningin var, þessar kindur kannski ægilega frábrugðar frá stofnum sem heild? Það hefði ekki verið gáfulegt að rækta út frá þeim. Það var heldur ekki tilfelli þar sem það var svona nokkurn veginn innan heita stofnsins. Þannig að það hægt að lesa úr þessu punktariti. And now we come to the connection between between diversity and scrapie resistance breeding. So just to conclude, the genetic diversity of a breed is extremely important, and if more animals can be used for breeding, it's better than less animals, and of course mostly unrelated or not too much related animals should be used. Já, hvað þýðir þetta í rauninni? Samantekt að erfðafræðilegi fjölbreytileiki kynsins, einhvers kyns, mjög mikilvægur, og þeim mun fleiri ræktunardýr notaðar, og helst ræktunardýr sem ekki skyld, bara lítið skyld, því betra það. To know what is the consequence for the scrapie resistance breeding, this is the suggestion to use all protective prime protein variants. So all variants which are more protective than ARQ and VRQ. Hvað þýðir þetta fyrir ræktun gegn riðu? Eða fyrir markmið að byggja upp riðuþolinn stofn hérlandi. Það þessi ráðlegging að nota alla breytileika sem betri eða ónæmari en villigerðin eða áhættuafgerðin VAF-EQ eða VAF-536.
And at least actually, I would also use them in combination with ARQ or VRQ. So for example, C151 ARQ or T137 VRQ until the time that there are enough breeding animals which are homozygous for the protective variants. So for example, for T137 and AR. Já, það áhugavert líka að hún segir að það ekkert vandamál að nota ákveðin grip í ræktun þótt það sé eitthvað á móti sem næmt, til dæmis velligerinn sem gult eða meira að segja vaffepú sem rautt ef það eitthvað grænt á móti. Maybe also a possible effect or positive effect of selection of more variants than only AR is that we already see that the susceptibility of ARQ or VRQ seem to depend on the Strapey strain. Það nemlig annar mikilvægur punktur, kannski það var bæta einu við sem ég glemti rétt á þegar hún sagði þetta að það var að nota líka ARQ og vaffepú á móti að minnsta kosti í dag á meðan það ekkert annað í boði. Ég glemti því, en núna hitt. Mikilvægt ef maður, gott ef maður nota fleiri en breytileika til að rækta riðuþol, að riðustofninn hefur áhrif á það sem næmt eða ónæmt. Eins og ég sagði áður, það sumir riðustofnar sem sérhæfa sig á villigerina á meðan aðrir stofnar sérhæfa sig á vaffepú sem áhættuafgerinn. Og ef maður hefur ákveðin fjölbreytileika þá hefur maður eitthvað sem hentar öllum þessum stofnum. Það sem kostur. We know that also for atypical Scrapie already and for the Maidi-Wisner virus. That different variants, protective variants, are depending on the strain of the pathogen. Það líka þekkt nú þegar í rauninni að það mismunandi stofnar til, líka fyrir sjúkdóminn sem heitir NOR98 eða atypisk riða og líka varandi mæði-veiki sem sem betur fyrir ekki lengur vandamál hér. So it may be that if we select on more than one protective variant, that this is more difficult for the pathogen to adapt on the resistance of the animals. Já, hún nefndi þennan punkt að svona riðustofnar eða smittefni getur líka aðlagast þannig að það þróast með því hvernig umhverfi þessi stofn virkur. Maður þekkir þetta, ég segi eins meira núna til að útskýra betur, maður þekkir þetta þegar COVID var, að þessi veira þróaðist og aðlagaðist og var ekki svo sama í upphafi og í lokin. Og það sama getur gerst með riðusmittefni og ef maður hefur fleiri breytileika innan stofnsins, það miklu flóknara fyrir smittefnið að aðlagast. Það sem að hverju að það aðlagast, ef það 10 breytileikar, þá, já, nummer 1 nummer 3 eða nummer 7 eða nummer 8, en ef það bara 1 breytileiki, það augljóst, bara mjög einfalt aðlagast þessum breytileika og þá getur smittefni allt í einu til dæmis smittað ARR, svona í verstu tilfelli. Ef maður væri bara með ARR, myndi aðlagast að ARR, þá væri þessi lausn ekki lengur í boði. So the last recommendation, last but not least, is that all these traits which until now were relevant for sheep breeding, like fertility and average daily gain and exterior traits, should still be taken into account. Also, when now breeding for Scrapie resistance is important, also these other traits are still important. Já, hún segir líka, maður má ekki gleyma í lokin að þetta sem maður búin að ná í dag, ræktuna árangri, til dæmis varandi kjötframleiðslu eða varandi forystufé, einhverja góði eiginleika. Ef einhver skepna einhver kind með næma afgerð,
en með mjög góða eiginleika sem maður myndi nota venjulega. Það ætti maður að nota þennan grip samt, bara til að missa þetta ekki út úr stofnum. Ekki forna einlega allt bara út af því að maður vill nota ónæma afgerðir. Maður hafa bæði líka til að hafa einlega bændur með á öllum svæðum. Já, bara ég segi ekki mikið meira, það var það sem hún sagði. So sheep which are very important or valuable from the breeding aspect, they should be also used even if they have no protective allele. Of course, if this is allowed and possible in this situation, this is clear. Já, hann langar að undirstrika samt að það þarf að vera samkvæmt reglugerðunum. Það getur verið misjafnt á ákveðum svæðum, að á sumum svæðum þar sem kannski áhættan er meira, þá getur verið öðruvísi, þannig að ef það er leyfilegt þá ætti það að gera það, en ef það er ekki leyfilegt, auðvitað ekki. Okay, then thank you for your attention. Já, takk sömuleiðis, dankeschön, vielmals. Já, eru einhverjar spurningar til hennar? And can I maybe say sorry that the slides were in German because I misunderstood Karina in that aspect. Já. Engar spurningar? Jú, spurningar. já. Með við þetta, erum við þá ekki að gera stór mistök með því að taka út alla sæðishrútana á sæðingastöð sem voru ekki flaggaðir? There is one question now. Isn't it a big mistake then to take every or most of the insemination rams out from the insemination station, which are not with protective genotypes? Isn't that a big mistake then? That is her question. Are you using only insemination rams without protective genotypes, or what? I don't understand completely the question because I don't know what you are doing. Yes, I think she is. Perhaps I'm asking her better. Það ekki þannig að þú ert að meina að það eru svo dýrmætti gripir sem eru með góða eiginleika og það má ekki fórna þeim bara út af því að það eru ekki með verndandi afgerð. Það er búið að bara rækta upp kjöt framleiðslu hrúta skiluru og sem voru svo bara teknar út á stöða því þeir voru ekki ekki með rétta flaggið. Ekki með rétta flaggið. Já, einmitt. Og það var bara tekið á báðum sæðingastöðunum og bara stúta öllu í staðan fyrir að hafa haldið það allavega annarri sæðingastöðun inni sem bara með öllum arfgerðunum. Já, það skildi þetta rétt. Yes, the point is, yes, isn't she is worrying about that they had been very good rams on the insemination station, and with this new with the new research and so on, the new regulations, nearly all of them have disappeared, these good rams and so on. Isn't it that a mistake? To a question. Yeah. I would say, at least in part, I mean, of course, if you want to make process in breeding for scurvy resistance, you have also to use rams with at least one allele. Maybe it can be heterozygous for 237 or AOR or and so on. But you could also select on the female side, so you could still use insemination rams when they are very good without protective allele. When you then look on the female side to mate them with females which have a protective allele. Yeah, this is a solution for still use the genetics of these rams, even if they have not a protective allele. Já, hún segir að það kannski vanmeti þessi möguleiki að nota ærnar sem eru þá með verndandi afgerðir. Ef maður vill varðveita þennan dýrmæta hrútastofn sem er með góða eiginleika en kannski ekki verndandi afgerð, ætti að nota þessa hrúta á verndandi ær og þá getur maður varðveitt eiginleikana hrútana en innleitt á sama tíma samt verndandi afgerðir. Það er eitthvað sem henni finnst þess verði að taka til greina. Another solution could be to use daughters from the breeding rams
so that you also save their genetics, or when they and then mate them with other rams that have protective alleles but are not from the insemination station. Eða bara nota dætur þessara rúta sem með þessa góðu eiginleika og nota þá eiginlega svo að segja innan þess að græna rúta á móti, þannig að ég líka hægt að gera öfugt. Fleiri spurningar? Það er fín Karolína, ég vil nú taka undir þetta með að halda í fjölbreytileikann, en heldur að segja möguleiki að íslensk stjórnvöld samþykki 137 sem verndandi fyrir Evrópusambandið verður búið að samþykkja þessa verndandi. Það tæknilega hægt og mér finnst svona með það sem ég búin að lesa frá þeim til þessa að það ekki útilokað. Segjum það kannski þannig að svari frá ráðuneytinu, kannski það við byrjum þar sem kannski ekki allir vita stöðuna. Við sendum inn, við sem var hópur bænda, sendi inn formlegt erindi á ráðuneytið þar sem við báðum að skilgreina 1007 sem verndandi eins og ARR, eða R71, og við sendum með álit vísindamannanna einmitt þess hóps sem að rannsaka þessi mál og svarið var þannig að þeim fannst það ekki tímabært en það voru ekki beint á móti því. Þau vildu sjá fleiri rannsóknir og þau undirstrikuðu líka að þau fylgjast vel með rannsóknum. Þau voru virklega áhugasöm. Út frá því myndi ég segja að það ekki útilokað, þetta tímaspursmál. Fer eftir því hvað kom út úr rannsóknunum. En með þessi eitlar sem voru núna skoðaðir sem Stefania lýsti, það er eitthvað sem, svo að segja, býr undir væng eða svo þannig. Það hjálpa mikið til svoleiðis gögn til að sannfæra ráðuneyti. Og það sem íslenska ráðuneyti ekki háð Evrópusambandinu þannig, það má taka ákvæðanir sem óháð því, hefur átt að verið þannig í rífumálum, var mér farið allt aðra leið en í Evrópusambandinu. Þess vegna það hægt, tæknilega og sem sagt með við það sem við vorum búin að fá til þessa, ég þori að vera svona einlega bjartsýn að það tímaspursmál. Gesine, es war eine Frage jetzt noch direkt an mich, deswegen habe ich gerade kurz geantwortet. Ich glaube, sonst sind keine weiteren Fragen. No further questions, and yes, so I will thank you very much for joining us in spite of the late time. It is 1 hour later in Germany. Thanks a lot for that. Have a good rest of your meeting. Yes, thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Já. Einn spurning kannski, þú veist, núna hafa allir eitthvað til brunns að bera og þú veist, búið að kanna það með þessa rauðflögguðu gripi, hvort að þeir séu þá með styrkleika á okkur öðrum sviðum, skilurðu, eins og við vorum að tala hvað var það, þú veist, loftslagsbreytingar eða bara hvað sem annað, þú veist, búið að útiloka það við séum að hreinsa út þarna kannski stopp sem að við munum svo sjá eftir 100 ár. Það spurning. Það var gert að hluta til með því að skoða þessa punkta eins og ég var að lýsa þetta með ARR og framvegis. 1087 var til dæmis líka með, það var sérslega flokkað og ég held út frá því lítur það ekki þannig út að það væri áhætta. Þetta mjög líkt stofnum sem heild og þess vegna myndi ég segja áhættan ekki mikið í heildinni en það mjög einstaklingsbundið. Og ef maður velur út á stöð til dæmis eða bara velur sína gripi sjálfur bara heima hjá sér þá alltaf einhver spurning sem að það svara hvert skipti fyrir sig. Þannig að maður hefur alltaf möguleika að henda einhverju út sem eiginlega mikilvægt
eða halda áfram með að rækta eitthvað. Ég get kannski tala bara sjálfa mig þótt ég sé kannski ekki dæmigerð þar sem áherslurnar mínar eru kannski aðeins öðruvísi en hjá flestum. Ég rækta sérstaklega ull og litafjölbreytileika og auk þess hef ég gaman af forystufé, þannig að það svona eitthvað sem ekki kannski það heilsta sem flesti vilja, en það þannig til dæmis hjá mér, ég fekk rút mjög snemma með 1987 gefins sem var afreit hvítur og ég ákvað að nota hann samt þótt hann sé eiginlega trufla mína fjölbreytileika var litina, en bara einu sinni þá eftir það var ég eiginlega að velja markvisst allt sem að koma út mislit. Það var nefnilega ekki hægt, auðvitað öll lömpin voru hvít fyrst, en ég vildi ekki hætta áfram. Þannig að ég seldi öll lömb sem voru hvít á með 1987 og keypti í staðinn lömb sem voru mislit með 1987. Ég má vera að segja að ég var með tvö afreinar og tvö afrein lömb með 1987 en bæði hvít og ég seldi þau bæði bara út af því. Og það svona mín áhersla, ég vil fá 1987 inn, en fyrst áherslan einmitt hjá mér ekki mjög mikið, það hefur aldrei verið á mínum bæ eða í mínum dal, þótt það sé auðvitað einhver áhersla hún ekki það mikið, ég myndi fórna allt. En ég bara svona í mínum tilfelli gerir þannig að varðveiti þetta sem ég hef ræktast til þessa og finn aðra leiði til að ná þessu aftur inn. Og þessi spurning einmitt þetta sem hver og ein getur svarað hjá sér og lagt áherslu, en kannski það sem virkilega mikilvægt svona mínum mati að hafa allan þennan grunn í huga, ekki gleyma því aftur, heldur við höfum núna þennan þekkingagrunn þessa afgerðir og nýta okkur það virkilega, það möguleiki sem við höfum ekki áður. Og þess vegna borgar sig finnst mér líka að tileinka sér þessa þekkingu, þótt það sé kannski pínu flókið í upphafi, en ég vona að það hægt að bæða þessi upplýsingar svona jafn og þétt með því að kannski lesa aftur eitthvað sem þessari heimasíðu eða bara fylgjast með. Mér langar svona aðeins í loki kannski að fara yfir stöðuna hér og líka svona segja nokkuð grundvallaratriði sem byggja á því sem kom fram. Það er spurning hvað ég næ þessu einhvern veginn hérna í burtu en það ekki fyrir. Mér langar að segja eitt hérna sem síst það betur. Að hverja 1987 betra en hitt sem ljósgrænt. Það nefnilega eitthvað sem margir vita ekki ennþá eða fatta ekki bara eðlilega. Það allt ljósgrænt fínt mögulega vendandi en það munur. Og 1987 var ástæðan fyrir því að þessi fundi eiginlega á sér stað og það sem sagt, eitt að það eru mjög umfangsmiklar rannsóknir, bæði á Ítalíu og Íslandi, varðandi þennan breytileika og það var vitað minna nefnilega ARR þegar ESB fór að stóla af það 2001, þannig að þá var stað þekkinga bara miklu umfangsminni en það sem við vitum í dag 1987. Og fyrst það svo augljóst það sem vísindamenn segja að það ætti að nota það og ætti að flokka það þannig. Finnst mér þessi hópur svo breiður, svo reyndur að það eitthvað sem maður getur treyst á. Ég segi það bara fyrir mig. Ég engin stofnun, þannig að ég get sagt það bara eins og mér finnst það. Það spurning hvernig stofnanir ákveða þetta í framtíðinni. Eitt sem mjög mikilvægt að aldrei hefur fundist jákvæður gripur með 1987 hvergi og ekki einu sinni grip sem var svo að segja illa jákvæður, þannig að það með riðu á frumstigi og það munur með við aðra aðgerðir, sérstaklega varðandi aðra ljósgræna. NOR 98 var nefnt áður atypisk riða, það sem sagt ekki smitandi riða, heldur það svona ellisjúkdómur í rauninni, eins og þið viti kannski að þetta eins og Alzheimer hjá kindum og það samt þannig að það munur á afgerðunum. Suma afgerðir taka þetta oftar en aðrar og það auðvitað óheppilegt, nefnilega ARR og líka AHQ eru líklegri að fá NOR 98 en villigerð.
Það er eitthvað sem kom í ljós og það kom svona óvart á meðan maður vissi ekki en þá að það væri yfirvöld til þessi afbrigði. Maður hélt ríða fyrst og það komu allt í einu fram gripir með ARR sem voru með ríð. Það var, Gesine fann þetta út fyrir 20 árum síðan. Hún fekk þessa greiningu og var bara auðvitað, það var mikið óöryggi sem fylgdi því upphafi, en þá var fundið út, það munur, það ekki smittandi sjúkdómur, það annars eðlis. Og það kom þetta samhengi í ljós, það mitt ARR sérstaklega í þessum hóp sem fæði þetta. Og það virðist ekki vera tilfelli hjá 1087. Það hefur aldrei fundist við þessa kind með NOR 98 sem var á sama tíma sem sagt með 1087. Það mikil kostur yfir samanburði við hina afgerðir, hina breytileika. Annar munur eins og var nefnt, AHK var með 2 jákvæða gripi á Íslandi og til þeim margir hafa fengið þetta erlendis. Þið munið kannski eftir því sem Gabrieli sagði, smittilraunir að það voru AHK-kindur sem smituðust, bara sem veiktust seinna, en þau veiktust því miður saman. En maður veit ekki ennþá ríðstofnarnir á Íslandi það mikil öðruvísi að það virkar kannski verndandi hér, það ekki útilokað, en tölurnar í útlöndum, allavega leiða til þess að maður þarf svona aðeins að passa sig með þetta sem heitir AHK eða H154. Þótt það sé með mikla mótstöðu, það ekki spurning. 751 líka mjög fínt eins og Stefania sagði, en það miklu minna rannsakað en 1087 og næri eingöngu rannsakað hérlandi, þannig maður ekki með mikið gögn, það ókostur. Og eins og var að segja þetta, gæti verið að 1087 mögulega betra en R171 sem smittast stundum í arflendnu formi og líklegar að fá hann í NOR 98. En það mun tíminn leiða í ljós. Bara hafa þetta svona reynu ljósgrænt, ekki ljósgrænt, 1087 virkilega best af þessum 3 ljósgrænt, það vist í dag. Ekki sama hvað það verið nokkuð tíma dökkgrænt, en bara að þið viti þetta. Svona aðeins þetta, en ástæðuna af hverju ég hér í kvöld og þið hér í kvöld. 1087 mjög sjaldgæft og fyrir jól leit staðan þannig út að allt sem svart hérna voru einu uppsprettur af 1087 í landinu. Það sem grátt var 1087 áður fyrr en finnst ekkert lengur í dag. Rautt þetta sem ARR, en 2 uppsprettur voru þá á þeim tíma. Síðast næstum því 8 á Norrlandinu í dag. Þetta líka Norrland, þetta hérna í Eyjafirði, svo þétt saman. Við fundum ekkert aftur þótt við vissum að á Núpstað hafði verið 1087 1998. Það var vist, en við fundum ekkert í tengdum gripum. Þannig var síðan tíma líka með einhverja gripi sem voru tengt því, ekkert sem var tengt gripunum frá Hvoli og við fundum ekkert beint. Það var staðan. En svo kom allt í einu eitthvað í gang, segjum það kannski þannig. Og þá myndi ég bara helst biðja bænduna 3 hér á svæði sem upplifði eitthvað alveg óvænt. Það kom nefnilega 1087 fram hjá þeim. Og kannski byrjum við bara hjá þér, Fanny. Þú fannst þetta síðasta haust, en við trúðum þið ekki alveg strax. Eða hvernig var það? Það var bara þannig að æri var sett með praktik og starfi. Og þess að tók ég sínu gimbrin í vor. Það ráðlega ekki húminn. Og svo kom niðurstaðan í sumar og þá var gimbrin með sem 1087. Og ég hugsaði, ég bara rugglast þegar ég var að verkja. Ég bara, við sættum með bolta líka, þannig að ég held bara að ég hefði eitthvað að rugglast. Og þannig að það seinna í haust að svo að hundurinn á móti gimbrinni dæmdur. Og hann kom ákveð út og þannig að ég tók sínu honum. Þannig að bara í september. Og þá hann sent með rauðhúð. Og hún sett með þá 1087 og gult gimbrinn. Og hann hundurinn hún bara státt úr sér. Og svo tókum við svo sýni úr gimbrinni og móðir hennar
í haust aftur og þá kemur ljós að gimbirinn þá staðfest með T187 og móðirinn og hún var móðir á með T187 og rauðlömb. Þannig að hún gaf lömbunum síðan síkvort genið. Og svo erum við búin að taka sýningum 30-40 rótum síðan skildum þessari á og það ekki fundist. Og ég get ekki neitt séð hvað þetta T187 kemur sko. Einmitt, það ekki hægt að segja. En þú átt þessa mæðgur allavega? Já, einmitt, nákvæmlega ekkert annað. Það sýnir manni líka að það getur horfið mjög fljótlega þótt það sé til staðar, það er bara getur dottið út fyrst með að veit ekkert af því. Það er rétt. En já, það var nefnilega, já, einmitt. Frábært dæmi, gott að þú, já, tókst eftir því og það veistu meira en margir, þannig að þú vissi allavega hvað T187 var. Já, ég var fattur ekki að það var í gangi. Ég held bara ég hefði ruglast morið sko. Auðvitað, já, nákvæmlega, það er þetta. Þessum voru tekið úr skráð. Já, þessi mistök sem getur átt að verið, en þá var talað mismunandi afgjörð, eitthvað sem maður er ekki með, það getur verið mistök, en það getur verið rétt. Og ef það er mæðgur, það er það aukljós og eins og þú sagði, það var rökrétt, þessi nýjusta móðurinn var með T187 og rautt og einmitt lömbin voru með T187 og rautt, þannig að það var örlega engin mistök. Já, en þá hélt það nefnilega áfram, einlega, mér minni meira að segja aðfangardegi hafði Gunnar á flugu nefnilega samband og kannski segir þú bara söguna sjálfur. Já, ég segi okkur. Þetta var, já, við tókum sýni úr og öllum ákveðniskeipum, ásetnisfram og það kom nú svona ýmislegt, það var frekar að finna svona hlaupvaka heldur en hitt, sko, það er ekki að vekta það, sko, en úr þessu komu bæði með 10 höfður og við spáum bara ekkert meira í það og það fengur líka 154 aðeins og svo önnur þessi gimbur og hún veitir hvað við vorum glóðum henni og þeir meðum það en ef að við tökum svo aftur og lömbum í haust og tókum þá úr móður þessarar sem að það er byrjað líka þannig okkar og það kemur út úr því að það eru 2 gimbrar aftur í haust og móður þessarar líka þannig að það voru alltaf frá 4 sem var hérna við Vísfjörðan og það sendi þér að þannig að þá til að gera ákveðsvægt þá er búið að og held náðast allt sem kemur til einn og niðurstaðan er svo að það er 10% fyrir okkar. Magnað, já, 10%, já. Það var ekki. Það er ekki margt fyrir einn, það er. Já, samt. Það ekki 15 núna, 15 gripir. Já. Já, það er mikið. Það er núna 2, núna 15. Það er þá nokkuð. Gleymdist að taka regli, þannig að það kemur ekki reyna. Já, það verður þá. Já, þannig að það var ekki þannig, þið vissu það er eitthvað ljósgrænt, það er einhvern veginn fínt, en þið tókuð þetta ekki sérstaklega til greina, það var engin munur fyrir ykkur fyrst, T187, síðan T1, H154, það er svona nokkuð með eins, já, einmitt, akkurat. Já, akkurat, það er það síðan einmitt hjá mörgum, það var svona uppgötvun að heyra þetta frá ykkur, að, já, það er ekki öllum ljóst, að það er einhver munur á því, fyrst að liturinn er sami. Já. Það var því að það í höfn, sko, það var eftir það, sko, en hérna, þá var það svo varst að auðvitað þetta á Facebook. Já, sem betur fyrr, sáðu það? Og var boltinn að rúlla. Það er ekki að staða Einmitt, það var ekki að byrting, það var nefnilega loksins í fyrsta sinn var það komið fram, þar sem þú varst enn ekki viss, þar sem ég vissi enn ekki af þínu og hann kom á undan fram. Ég var bíðið til niðurstöðu. Já, einmitt, það var einmitt í greiningu. Akkurat. Ég var klúða morið.
auðvitað, bara líka nær, maður segir ekkert og meðan það ekki víst. Það það, akkurat. Þannig að það var loksins komið á flugu, var loksins komið á Suðurland. Og við hugsaði ég strax að það tengt Núpstað, en það var auðvitað ekki. Þannig að það tvær uppspil. En þá gerist það nefnilega ennþá betra, sem eiginlega var lægt að hugsa sér, bara Ásgerður, áttum við líka samband. Já, við bara ákveðum að taka á hlutunum þarna fyrir jól og það kom ekki niðurstaða fyrir mig í janúar. Og það var náttúrulega alls konar í þeim og einn var með þarna 1037 og við erum bara ekkert mikið búin að vera að hugsa þetta sko og bara, ég vissi ekki að þetta væri í rauninni merkilegt. Það var eitthvað að spila með hana Pálínu á Mýrum og þetta, ég er að láta vita þessu og ég setti mig í samband við þig og þá fann nú aldeilis allt að gerast. Og við fórum að taka náttúrulega fyrsta sínum meira og niðurstaðan allavega í gær að það var orðna 50 og við erum ekki búin alveg. Það var nú svona kannski skemmtilegast parturinn af þess að reyna svona að rekjast hvaðan hjá okkur þetta kæmi vegna þess að við erum með þetta tveim stöðum sko. Og við erum að nota hlutan á milli og það er alveg staðfest að þetta kemur frá Snæbýli. En við vorum nú hittum hann alltaf í dag og vorum aðeins að speglega svona. Þannig að þetta er greinilega búið að lúra lengi á Snæbýli. Já, kannski maður nefna líka með þennan rút að þú tókst og honum yfirhöfuð. Það var ekki sjálfgefið með rók að þú var... Já, við vorum eiginlega búin full notan sko. Það er náttúrulega til sko 50 og eitthvað kindur undan honum. Það er kannski ekki að mörgum bæjum sko. Það var nú lifandi og við ákveðum að taka úr honum og þannig að það var alveg tilviljun og ef það hefði ekki verið gert þá hefðum við ekki leitað áfram sko. Þannig að það myndum við ekki þetta neitt. Þannig að það var eiginlega allt svona að gera tilviljanir. Þannig að það er skemmtilegt. Já, mjög. Það er svona frábært dæmi hvað getur gerst. Það getur verið mjög tæft en ég vita aldrei hvað leynist. Núna bara 50 gripi innan örfárra vikna og ef þessi rútu þetta var á sláturhús fyrr þá ef þið aldrei uppgötvast, það er bara miklu seinna og þú kannski ef þú hætti að það væri komið út af einhverjum sæðingum eða einhverjum öðrum rútum sem með 1087, ef þið aldrei uppgötvast. Þannig að það er eitthvað maður sér, maður verður að leita, annars finnum maður ekki, eins og sagt í bylgjunni líka. En svona er staðan í dag. Þar sem eftir allt það, þá fór ég aðeins svona að leita víða og þá fór ég líka að leita á Austurlandinu, þar sem það er ýmis tengsl á milli. Strömmur, það var fundið 487 til ég að snemma og þetta fé kom auðvitað frá bæjum á Síðu með annars Mörtungu og þá reyndum við að finna tengsl þar á milli, því miður fannst ekki þar í dag. En já, hver veit hvað kemur meira, þannig að það er gott að þið eru hér og kannski hafi áhuga og þá vonandi finnst eitthvað meira sem það er augljóst að á þessu svæði er þetta í stofnunum, það er ekki bara undantekning. Og það sem var mjög skemmtilega við fundum loksins, svo að segja, Núpstaða 1087 á Austurlandinu, þar sem það var flutt 1989 á Sunnuholt frá Núpstað. Þegar það var skorið niður vegna riðu á Sunnuholti. Þau tóku fé frá Núpstað og það fannst, ég fekk bendingu að það væri fé þaðan og þá átti samband og bóndinn tók sýni og það kom það í ljós að það var rétt. Það var virkilega fannst 1087 sem var mikill sigur eftir, 3 árum seinna en eftir fyrstu leitina það var það loksins komið fram. Og það er ekki minni nú 5 gripir þar, það er mjög lítil tjörð, ekki nema 40 gripir, þannig að það var líka að hverfa. Það er gott að við fundum þetta núna, þar sem það var þessi bændur þar fóru að hugsa að hætta fyrst bróðurinn er veikur og það er annar þegar að var ekki svo mikið, svo að segja, ekki svo mikið áhugið þar sem hann er í annarri vinnu í rauninni aðlega. Já, það var líka eitthvað sem var bara tilviljun að það uppgötvaðist á réttum tíma. Já, hvernig finnum maður 1087? Við erum búin að heyra svona ýmis dæmi núna, 3 mismunandi
Ef maður svona pínu óöruggur hvernig maður finnur þetta tæknilega á fjarvís, þá leiðbeiningar á riðuvarnir.is, svona myndband, hvernig maður getur síað svo að segja eftir 387 og fundið þetta ef maður með stóra hjörð. Og já, bara hafið samband ef þið finnið eitthvað. En ef það ekki til, hver veit. Það borgar sig að taka þátt í svo að segja tombólunni miklu. En maður gæti auglýst tombóla í gangi ekkert 0 og einungis 650 krónur miði. Hvert og eitt sýni nefnilega eins og miði í happdrætti og það á sama tíma fjárfesting. Það sem maður fær kannski með stóra vinninga. Maður getur líka unnið stóra vinningin eins og einmitt þau sem voru að tjá sig rétt áðan og líka í skamma daga sem fannst ARR. En líka ef maður fær rautt, þá það samt ekki 0 það sem maður veit hvað maður með og maður getur notað þessa upplýsingu til að rækta markvisst út frá því og bara maður verður að vita hvað maður með, annars getur maður ekki rækta neitt án þess, já bara þá getur maður aldrei byggt upp reiðursjóðun stopp. Nei, það borgar sig. Þótt það sé því miður ekki ódýrt og styrki tengd ákveðum skilyrðum sem ég ræð ekki, en það hægt að gera eitthvað því og ef maður fjárfestir þetta núna, þá borgar sig þetta í framtíðinni og því meira maður fjárfestir núna, því minna þarf maður að borga seinna, sem ef maður komið grunn, þá getur maður reikna út bara margt út frá því. Ef það eitthvað afræðin til dæmis eða 100%, það kemur eitthvað. Þannig að það verður einfaldara. Þetta hoppa aldrei yfir kynslóð, þannig að það aldrei tilviljunarkennt. Það spennt á mjög einfaldan hátt. Það finnst líka þarna á þessari heimasíðu og já, þess vegna mæli ég með því. Staðan var síðasta haust, hlutfall greindra rúta hér í Vestur-Skaftafellssýslu var 28%, þannig að það svona eitthvað eftir sem ætti að gera. Kannski þetta hlutfall líka betra núna bara í dag, það ekki útilokað. Sem maður veit, þessi var með 1087, þessi með 1087, þessi kannski ekki, maður veit aldrei. En allavega, já, ég held með allt þetta sem við vitum í dag staðan þannig að við erum á góðri leið og í rauninni næstum því komið í skjól. Út frá því sem við upplifum á Norðurlandi, sem var stórt vandamál, þið auðvitað í allt öðrum málum, miklu minna vandamál, en sem sagt, við erum eiginlega öll eitt stórt samfélag, sauðfjárbændur og maður veit aldrei hvað gerist næst, þannig að mikilvægt að gera eitthvað í málum og já, ef við erum öll með áfram, þá hlýtur það að ganga upp fyrir alla. Já, það þetta sem ég ætla að segja og kannski spurningar, eitthvað hófu, eitthvað athugasemdir eða hvað sem þið viljið, það eitthvað. Þegar með samanstæð, búið að reykja það eitthvað? Hvað það búið? Það ýmsar ráð, já bara getgátur í gangi eins og ég veit, en það sem, já eins og ég veit best, hefur ekkert komið nýtt fram úr þessum getgátum sem voru til staðar. Það var búið að leita, fannst ekkert nýtt. Það staðan, já, síðustu viku, ekkert nýtt komið fram. En, já. Það þetta þá sko alveg tilbyrð? Já, það rétt. Það bara allt annað. Það mér oft svona ókostur. Í svona upphafi það eins og að Gesine sagt, þegar við vantar fjölbreytileikann, það bara allt gott loft, eða allt hvítt, eða bæði meira að segja. Og það, já. Við hefum ekki fengið kollót fyrir sko í lömbi. Það 30 ára. Nú það, já. Núna, í vor. Já, það. Fyrsta sinn. Já. En það var sem betur þessu lítið. Það gerir ekkert til. Þetta ókostur við. Já. Standa þessu saman. Já, það það. Þetta sem sagt, það gott að hafa allt á fjölbreytileikann, erfðafræðilegi fjölbreytileikann. Því fleiri uppsprettur, því betra. Það bara gott dæmi fyrir þetta. Þegar hann spurði kostmeti á það. Já. Það sem ég var að tala við henni. Já, já, mjög mikilvæg punktur. Ein ástæða af misgreiningu getur verið að töngin væri ekki alveg, svo segja rein. Ef maður tekur sýni,
það er auðvitað tekið bút úr eyranu og það getur verið smá blóð eða eitthvað á pinnanum. Og þetta blóð getur verið nóg til að svo segja, innan gæslega smita næsta sýnin. Þannig að það gæti verið ástæðan. Ef maður vill vera 100% viss er best einlega að reynsa pinnan hver skipti áður en maður tekur næstu í kind, ef maður hefur tíma til þess. Eitthvað annað kannski sem hægt verið að bera saman, er það rökrétt út frá ættun eða er hægt að útiloka annan möguleika, bara út frá ættun. Ef maður er búin að afgreina eitthvað annað, þá kannski segjum bara takk fyrir kvöldið og líka hægt að bara tala eftir beint saman. Kæra þakkir fyrir komuna, líka öllum sem eru þarna úti einhvers staðar á landinu á Zoom.